Góðan daginn. Í dag haldinn 63. fundur sveitarstjórnar Múlaþings. Við erum í fundasal sveitarstjórnar að Lyngássi 12 á Egilsstöðum. Í dag mánudagurinn 15. desember 2025 og hefst fundur núna klukkan 1 og ég ætla að setja fundinn. Fyrir fundinum í dag eru 26 mál og ætla forseti að leita eftir samþykki fundarins að bæta einu máli við, máli númer 3. og óska forseti eftir samþykki á afbrigðum. Þeir sem samþykja taka málið inn á fundin rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða, þannig að við erum þá hér með fyrir fundinum í dag 27 mál. Við byrjum á máli númer 1, samgönguáætlun 2026 til 2040. Forseti ætlar að fara í pontu og lesa drög bókun sem liggur fyrir fundinum. Nú, drög af bókun sem liggur hér fyrir er tvíþætt. Annars vegar erum við með sameiginlega bókun með bæjarstjórn Fjarðabyggðar sem að stjórn SSA hefur tekið undir og síðan erum við þá með viðbót við þá bókun sem að kemur frá þessari sveitarstjórn hér. Ég held að það hafi verið ljóst á fréttaflutningi síðastliðna viku hver hugur þessara sveitarstjórnar er í þessu máli. Við erum í einu og öllu sammála og erum í einu og öllu sammála félögum okkar á Austurlandi og við munum ræða samgönguáætlun hér í pontu. Við fórum suður og hittum þingmenn kjördæmisins, sveitarstjóri var með minnisblað sem hún tók saman. Það verður birt á heimasíðu sveitarfélagsins á næstu dögum þannig að fólk geti séð hvað við lögðum fram við okkar þingmenn og það verður rætt hér í pontu. Mig langar að segja hér að lokum áður í lesbókunina að fátt er svo með öllu illt að eibóði gott. Mig langar að hrósa íbúum þessa sveitarfélags og íbúum Austurlands fyrir að standa saman og mér hefur þótt vænt það að heyra þegar við tölum þessi málefni að þá eru íbúar í þessu sveitarfélagi, þeir tala Múlaþing. Þeir tala ekki sína staðsetningu sín fyrri sveitarfélög. Við erum að mínu mati orðin samin Múlaþing og mér hefur þótt vænt það og ég vil bara að það sé viðurkennt hér að við erum samin að sveitarfélag hérðan í frá. Drögabókunum er eftirfarandi. Ríkisstjórn Íslands kynnti þann 3. desember tillögu til þingsályktunar samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt 5 ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030. Bæjarráð Fjarðabyggðar og sveitarstjórn Múlaþings lýsa yfir gríðarlegum vonbrigðum með samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar og þá köldu kveðju sem hún felur í sér fyrir fjórðunginn. Ljóst er að Austurlandi sett í frost. Breytingar á samgönguáætlun verða að byggja á faglegum forsendum og vönduðum rökum. Hún er lykiltæki til að tryggja gagnsæi og fyrirsjáanleika í innviðauppbyggingu. Framþróun sveitarfélaga má ekki ráðast af mismunandi pólitískum áherslum ráðherra hverju sinni. Trúverðug forgangsröðun er forsenda þess að sveitarfélög og atvinnulíf geti skipulagt uppbyggingu til lengri tíma. Að engar stórar framkvæmdir skuli vera á fyrsta tímabili fyrir Austurland er óásættanlegt. Slík niðurstaða gengur þvert á gefin fyrirheit að hækkun veiðigjalda myndi skila sér aftur til samfélagana og skapa fjárhagslegt svigrúm til innviðafjárfestinga. Austurland er næst í röð jarðgangaverkefna og ólíðandi er að horfa framhjá þeirri staðreynd. Bæjarráð Fjarðabyggðar og sveitarstjórn Múlaþings krefjast þess að Alþingi taki tillögu á samgönguáætlun til heildstæðrar endurskoðunar og tryggi að Austurland fái réttmæta og sanngjarna hlutdeild í framkvæmdum á fyrsta tímabili hennar. Til viðbótar kemur. Enn fremur krefst sveitarstjórn Múlaþings þess að ekki verði vikið frá forgangsröðun gildandi samgönguáætlunar og strax verði farið í útboð og framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng. Þess er einnig krafist að Axarvegur verði tekin af lista yfir samvinnuverkefni og að framkvæmdum á þeim vegi verði flýtt. Í ljósi áhersla á aukinni vetrarþjónustu fer sveitarstjórn fram á að vegurinn verði nú þegar tekin af G-reglu vegagerðarinnar og verði þjónustaður í samræmi við þá miklu umferð sem veginn er. Mikilvægt er að tryggja auki fjármagn í framkvæmdir við Egilsstaðaflugvöll í samræmi við flugstefnu Íslands og markmið flugöryggi á flugumsjónarsvæðinu við Ísland. Þá eru mikil vonbrigði að sjá að hafnarframkvæmdum á Seyðisfirði frestað og að ríkið ætla að lækka framlag sitt til þeirra framkvæmda úr 60 í 40. Sveitarstjórn Múlaþings telur ríkisstjórnin að sýna sveitarfélögunum á Austurlandi bæði vanvirðingu og tómlæti sem ekki verður við unað með framlagðri samgönguáætlun.
Samstöðu landshlutans sem birtist í svæðisskipulagi Austurlands og bókum SSA gefið langt nef. Allir flokkar sem að ríkisstjórninni standa svíkja fyrir loforð sín og brjóta þannig niður það traust sem á að vera grundvöllur samstarfsríkis og sveitarfélaga. Slíkt verklag óboðlegt og óásættanlegt. Sveitarstjóra falið að koma bókunum á framfæri við alþingismenn, forsætisráðherra, innviðaráðherra og fjármálaráðherra. Og ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum lið. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir og óska eftir að taka til máls vel. Forseti, góðu fundamenn. Já, hér erum við undir þessum lið varðandi samgönguáætlun. Ég tek heilshugar undir þessa tillögu á bókun sem liggur hérna fyrir á fundinum og það eru auðvitað eins og hefur komið fram samróma vonbrigði sem hafa verið innan Austurlands eftir kynningu innviðaráðherra á tillögu að nýrri samgönguáætlun. Og bara eins og við höfum orðað að í síðustu samgönguáætlun þá fór umdæmissvæði SSA gríðarlega illa út úr því og við höfum líka nefnt þetta viðbótar fjármagn sem kom, þessi 3 milljarðar og það komu einungis 90 milljónir inn á okkar svæði. Það voru því gríðarlega vonbrigði að sjá þessa nýju tillögu að samgönguáætlun. Það er alveg augljóst að í þeirri áætlun þá situr Austurland eftir á starfstíma þessara ríkisstjórnar og svoleiðis vonbrigði verða til þess að við náttúrulega ítum okkur saman og við erum búin að vera öflug oddvitar Múlaþings að fara suður og Austurlandi heild sinni hefur náttúrulega ítt sér saman og náttúrulega tilefni þessara bókunar þar sem bæjarstjórn Fjarðabyggðar og Múlaþing kemur sér saman bókun sem liggur hér fyrir. Hér erum við náttúrulega að sýna samstöðu og lýsa vonbrigðum það að Austurland sé sett í frost. Ég vil líka minnast að það varðandi þessa sameiginlegu bókun að síðastliðinn föstudag þá var SSA með stjórnarfund og þar eru náttúrulega aðilar allra sveitarfélaga hér á Austurlandi og þar tókum við undir þessa bókun og gerðum hana að okkar. Þannig að við erum búin að taka undir hana og verður gott að afgreiða hana hér í dag í Múlaþingi. Fljótsdalshreppur og Vopnafjarðarhreppur eru ekki búnir að bóka en þeir styðja og hafa sagt að þeir styðja algjörlega þessa bókun og ég býst við því og að þær bókanir komi nú bara seinna. Allavega í samtali er algjörlega einhugur þrátt fyrir þetta sé frá 2 sveitarfélögum hér nú. Við höfum, eins og ég segi, í þessari baráttu fyrir það að það sé gert vel við Austurland, þá höfum við náttúrulega reynt að vinna vel, við erum með fagleg gögn, við erum með svæðisskipulag Austurlands, þar sem kemur sterkt fram hver vilji Austurlands og það samróma. Við höfum verið einnig með öflug gögn, þessi efnahagsumsvif Austurlands, við vorum bara með 1 ár hér áður 2023 höfum bætt því við 24 og 25 sem sýnir efnahagslegt mikilvægi fjórðungsins og það ættu aldeilis að vera rök til þess að það yrði fjárfest myndarlega í fjórðungnum. Eins og ég verð bara að nefna það hér og að þegar við tölum þetta og það er bara gaman að heyra það að bara allir íbúar á Austurlandi hafa gert þessar tölur og greininguna á efnahagsumsvifum af sínur og þeir þekkja þessar tölur fjórðung vöruútflutningstekna, 2,9% landsmanna og hversu efnahagslega mikilvæg við erum. Í heimsókn okkar suður þá fengum við fjölmiðla umfjöllun og maður hefur heyrt það í umræðu þáttum og í fréttum líka verið að minnast á þetta og mikið mikla ósanngirni í rauninni að það sé ekki gert betur við okkur. Þannig að þessi gögn tala sínu máli, það bara akkurat þannig og ef á í rauninni að tryggja áframhaldandi og enn frekari verðmætasköpun á þessu svæði þá bara gríðarlega mikilvægt að fjárfesta myndarlega í innviðum. Við höfum minnst á það líka eins og veiðigjöldin sem voru sett á
var algjört lof það og ríkisstjórnin með mikla atvinnustefnu og upp á að vita það hvaðan verðmætin koma og standa vörð þau svæði og að veiðagjöldin ættu að skila sér beint til samfélagina á þessi svæði sem að veiðigjöldin koma frá. Þannig að Austurland átti að fá, það er búið að reikna sirka 3 milljarða aukalega við samgönguáætlun. En við sjáum að það er bara enga veginn að gerast. Þannig að það eru bara algjör svik, verður maður að segja. Það er ekkit öðruvísi það. Varðandi jarðgangaverkefni, þá vorum við næst í röðinni. Það er ekkit öðruvísi. Fjarðarheiðargöng það búið að hanna þau, rannsaka þau og þau eru bara tilbúin til útboðs. Þannig að það er ekki eftir neina að bíða. Og það er bara ólíðandi að horfa fram hjá þeirri staðreynd og sem kemur einmitt fram í okkar sameiginlegu bókun. Og þar kemur náttúrulega fram að bæjar og fjarðabyggðar og sveitarstjórn Múlaþings krefjast þess að Alþingi taki tillögu að samgönguáætlun til heildstæðrar endurskoðunar og tryggja Austurlandi réttmæta og sanngjarna hlutdeild í framkvæmdum og fyrsta tímabili þeirra. Svo ætlaði ég nú að fara með klausuna þegar við erum að sameinast þessa jarðgöng. Nú er ekki með hann akkurat það var lesin upp áðan. En það er margt annað. Við erum ekki bara, og þó að við oddvitar höfum ferið suður og verið að funda með þingmönnum kjördæmisins og það ber að þakka að við fengum fund með öllum þingmönnum kjördæmisins, stórum hluta samgöngunefndar og fleiri þingmönnum. En þar vil ég líka segja að þar vorum við ekki bara að tala sem oddvitar í Múlaþingi eða sveitarstjórnarfulltrúar Múlaþings. Við vitum það að Austurland verður að tala sem eitt til þess að við náum uppbyggingu á svæðið, þannig að við tölum fyrir uppbyggingu alls Austurlands. Þannig að við vitum það eins og með Suðurfjarðaveg, hann er einn hættulegasti vegur landsins, Öxi, hann er endalaust, heilsársvegur yfir Öxi, endalaust ítt aftar í áætlun sem er bara ólíðandi og það hvernig er farið fram hjá okkur varðandi Fjarðarheiðargöng. Okkur var auðvitað bent á að samgönguáætlun ætti eftir að fara til þinglegra meðferðar og það er alveg rétt og ég trúi ekki öðru en að þingmenn nýti tækifærið til að rétta af hluta Austurlands í þeirri samgönguáætlun. En mig langaði svona tengt því hver viðbrögð þingmanna verða síðan við því þegar samgönguáætlun kemur til þinglegra meðferðar og þá er bara ný frétt frá því í gær sem að ég ætla að fá leyfi forseta að fá kannski að lesa upp úr. Það er frétt frá því í gær á Vísi. Og hér stendur að þingmenn í stjórnarandstöðu eru ekki mótfallnir byggingu fljótaganga en telja að forgangsröðun ríkisstjórnarinnar sé röng. Formaður og varaformaður Sjálfstæðisflokksins eru á því að Fjarðarheiðargöng ættu að fara í forgang og þingflokksformaður Framsóknarflokksins gagnrýnir yfirlýsingar að það sé verið að rjúfa kyrrstöðu. Það sé alls ekki raunin og ekki náðist í forma Miðflokksins vegna umfjöllunina þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Mér þykir bara vænt að lesa svona yfirlýsingar sem eru að berast og nýja fréttir það hvar stuðningur þingmanna liggur. Og við vitum það að eins og ég segi það, að þessi tilfæring á uppröðun jarðgangna, það er ekkert öðruvís en það að og með stórar framkvæmdir sem fara ekki á fyrsta tímabil í samgönguáætlun. Fyrsta tímabil er stjórnartíð þessarar ríkisstjórnar og hún ætla greinilega bara að fjármagna litlar framkvæmdir allavega hér á svæðinu og fari stóra framkvæmdar annar staðar. Þannig að eins og hér við höfum lagt áherslu á að það ánáttúrulega bara fara í Fjarðarheiðargöng, þau eru tilbúin og það átt að fara í hönnun og rannsóknir á göngunum til Mjóafjarðar og þaðan í Fannadal. Þannig að það er það sem helst inni en þau taka út allar framkvæmdir við jarðgöng og það kalla ég ekki að rjúfa kyrrstöðu þegar þau fjármagna engar framkvæmdir við jarðgöng. Það er ekkert mál að fara að henda í rannsókn og hönnun og eitthvað svona út af því að það krefst svo lítilla fjármuna. Þannig að þetta er í rauninni alveg með ólíkindum.
hver staðan þarna. En mér þykir vænt að sjá og þegar þingmenn og formenn og flokka koma hér fram í fjölmiðlum og sýna virkilega stuðning við okkur og það ekkert annað en sanngjarni. En það líka þessi viðsnúningur, það búið að eyða yfir 600 milljónum í hönnun og rannsóknum á Fjarðarheiðargöngum og mér finnst það bara illa farið með skattfé. Og hvað ætla þau að gera þegar kemur ný ríkisstjórn? Á ríkisstjórnu næsta að breyta öllu og þá var bara farið illa með okkar fyrir skattfé. Þannig að þetta léleg aðferðafræði og gott að finna stuðning þingmanna úr öllum flokkum vonandi við það að leiðrétta þessa áætlun í þá vegferð sem að við vorum með hér áður. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir lokið máli sínu. Vilhjálmur Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti og gott sveitarstjórnarfólk. Það eiginlega með ólíkindum að við séum að fjalla þetta mál miðað við langtímastefnu Alþingis og miðað við hvert það var komið. Þetta náttúrulega bara mjög ótrúlegt. En þetta nú þannig að Seyðisfjörður og Siglufjörður eiga mjög margt sameiginlegt og lengi hefur verið nokkur samgangur milli bæjanna af atvinnulegum ástæðum og Siglfirðingar sem hafa flutt til Seyðisfjarðar sest þar að og borið hróður bæjanna fyrir brjósti og góður andi ríkt milli bæjanna sem eiga mörguleyti líka sögu meðal annars áþekka áfalla og erfiðleika sögu. En ólíkar aðstæða íbúa bæjanna í dag, Siglfirðingar eða Fjallabyggð, hvar uppgangur hefur verið, veginn til vestur sem Strákagöng og vel ætti að vera til Akureyrar með jarðgöngum og vel ætti að vera ef vel ætti að vera með aðgang að öflugu sjúkrahúsi, framúrskarandi menntastofnunum, innanlands og alþjóðaflugvelli og margvíslegri þjónustu. Að því sögðu þá dylst ekki að úrbót þörf á báðum þeim leiðum sem ber að vinna að til framtíðar nú þegar með undirbúningi. Og við vitum að sá undirbúningur, hann ekkert alveg hristu fram úr erminn og tekur nokkuð tíma. Seyðisfjörður hins vegar glímir við mikla erfiðleika hvað varðar atvinnulífið eftir áföll umliðinna missera og ára, fjölda starfa í nánast, ég ætla ekki að segja frjálsu falli en miklu falli. Eiga eina leið á landi fjallveg út úr firðinum Fjarðarheiði á kafla 10 kilometra löngum í og yfir 600 metra hæði við sjávarmáli. Vegurinn uppfyllir ekki öryggisstaðla og að mati vegagerðarinnar verður ekki bætt að ásættanlegu marki hættulegar aðstæður af vetraveðrum sem geta reynda náðin í sumarmánuðina í þeirri hæð og lokanir sem stundum hafa varað sólarhringum saman. Þetta því mikill aðstöðumunur. Þó ekki væri nema vegna þessa aðstöðumunar aðför ríkisstjórnarinnar að fólkinu á Seyðisfirði og í Múlaþingi með því að henda Fjarðarheiðargöngum út úr tillögu að samgönguáætlun. Hún fjandsamleg og hún óforsvaranleg. Hún kemur ofan í röð áfalla undanfarin ára á Seyðisfirði sem bitna illa á framtíðar lífsbjörg og öryggi íbúa á Seyðisfirði og grundvallarforsendum sameiningar í Múlaþing. Með svikonum sem felast í tillögu að samgönguáætlun að ætla að kollvarpa gildandi jarðgangaáætlun ríkisstjórnin nú að ávinna sér ímynd fláttskapar og svika og kemur það til heldur og óhefðbundin undirbúningur, tillögunar og villandi málflutningur svo sem fullfjármagnaða samgönguáætlun án þess að geta þess að þessa framkvæmd var vel hægt að hafa í fullfjármagnaðri samgönguáætlun eins og aðrar. Það engin nýlunda að samgönguáætlun og fjármálaáætlun séu látnar að tala saman. Og að vera að halda því fram að hefði verið hægt að fara í þessa áætlun þessa framkvæmd á tíma síðustu ríkisstjórnar þegar verkefni var ekki tilbúið, ekki undirbúið á hannað, þrátt fyrir 4 ára kjörtímabil og fara fram hjá raunveruleikanum sem að birtist í heimsfaraldri og útgjöldum vegna
náttúruhamfari í Grindavík. Og í aðdraganda sameiningar sveitafélagana sem sameinuðust í Múlaþing var meðal annars fundað með þingmönnum allra flokka á Alþingi samgöngubætur sem voru ein af grundvallarforsendur sameiningarinnar. Á þeim fundum kom fram skilningur á aðstæðum enda varla nást á samhljómur áætlunum sem raunin var þegar gildandi samgönguáætlun var samþykkt samhljóða. Aðförin að Múlaþingi og Austurlandi sem felst í þeirri fordæmælis og gerræðislegu fyrirætlan að henda út úr gildandi samgönguáætlun, Fjarðarheiðargöngum þegar tilbúnu verkefni sem tilbúið er til útboðs og framkvæmda. Frestu öðrum eins og Axarvegi, uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar svo eingöngu sé fjallað hluta brýnna framkvæmda á Austurlandi í Múlaþingi. Og setja þetta síðan í samhengi einhverja hringtengingar með einhverja annarri leið heldur en að svæðisskipulagið innifelur í nafni einhverja hringtengingar sem ekki hringtenging þar sem vegir Fjarðarheiði og Fagradal verða áfram til staðar og síst hættuminni með aukinni umferð nái svo fyrirætlan fram að ganga. Hér birtist svo augljósa fyrirætlun að flytja fjármuni sem hefðu farið í framkvæmdir á Austurlandi það en í önnur og annað kjördæmi. Austurland hefur lengi beðið og sýnt skilning, þetta því mikil svik. Áhrifin afar neikvæð fyrir íbúa atvinnulíf og framþróun svæðisins. Hluti þingmanna stjórnarmeirihluta og jafnvel ráðherrar með tillögunni sé þeim ætlað að standa með henni gerðir ómerkir orða sinna gildandi jarðgangaáætlun og Fjarðarheiðargöng í forgangi jarðgangaáætlunar í aðdraganda kosninga til Alþingis, svo sem að tala framkvæmdina sem einboðana. Og það hlýtur að verða sveitarstjórnarfólki og íbúum landsins áhyggjuefni ríkisstjórnin eða ríkisvaldið þróist það svo að kjósa að fara með svikum gegn samþykktum og gildandi áætlunum sem meðal annars eru settar fram í svæðisskipulagi og stefnumörkun Alþingis. Ríkisstjórnin hefur með framferði sínu rýrt alvarlega tiltrú á ríkisvaldinu og traust til þess að orð og stefna stjórnvalda standi. Algjörlega óboðleg aðferðafræði. Bara algjörlega óboðleg. Og farsælast væri nú að ríkisstjórnin segi að sér tæki tillöguna samgönguáætlun til endurskoðunar, virti langtímastefnu gildandi samgönguáætlunar, aflaði sér þekkingar á því sögulega samhengi, sátt og samkomulag sem jarðgangna framkvæmdir og röð þeirra sem unnið hefur verið eftir og héldi þann frið sem ríkt hefur og virt gildandi stefnumörkun Alþingis og sveitarfélaga á Austurlandi í staðfestu svæðisskipulagi þeirra. Og af því að þessi tillaga ríkisstjórnarinnar að samgönguáætlun algjörlega óásættanlegt, þar verður sveitarstjórn Múlaþings og sveitarfélögin á Austurlandi áfram að vinna að ekki verði vikið frá gildandi forgangs og gildandi jarðgangaáætlunar og því alveg óhætt að takmynda þær kröfur sem að forseti sveitarstjórnar fór yfir í þegar hún kynnti bókun samgönguáætlunina. Og að flýta Axarvegi aftur og taka hann út úr PPP-verkefnunum. Og þess vegna er þetta óhjákvæmileg krafa svo tillaga samgönguáætlun sem liggi fyrir verið tekin til heildstæðar endurskoðunar við þinglega meðferð málsins. Og jarðgangna hluti samgönguáætlunar verði leiðréttur að gildandi stefnu Alþingis til langs tíma. Og það er bara þannig að traust og virðing Alþingis er undir. Og ég ætla svo bara að taka undir með forseta þessa samstöðu sem við merkjum. Þegar vegið svona að landslutanum eins og er gert í þessari samgönguáætlun, af því að þetta er ekki bara undir mannvirkin sjálf sem að náttúrulega vissulega skipta verulegu máli í uppbygginguna. Þetta bara varðar líka starfsemin og atvinnulífið á svæðinu mjög miklu. Sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls.
Já, frú forseti og annað gott fundafólk. Við höfum öll fært ýmis rök fyrir gerð Fjarðarheiðarganga, hvort sem það er í ræðu eða riti síðustu daga og munum eflaust halda því áfram. Það er lítið annað sem að kemst að því miður. Í dag munum við eflaust tala þessi rök áfram tölur, áætlanir og samgöngukosti, pólitíska ábyrgð eða ekki ábyrgð. Og við eigum að gera það. Okkar hlutverk er að halda þessu öllu saman á lofti, að veita stjórnvöldum aðhald og upplýsa þegar þess þarf. En ég vil staldra við annað sem hefur verið nefnt og það er það sem gerist í hugum og hjörtum margra íbúa Múlaþings, það sem gerist á heimilum fólks á Seyðisfirði þegar heiðin lokast eða er illfær, þegar veðurspá breytist, þegar barn veikist eða þegar sækja þarf nauðsynlega þjónustu á Egilsstaði. Nú eða þegar móðir og unga barn eru skilin af heiðinni eins og Hildur okkar sveitarstjórnarfulltrúi fékk að reyna fyrir nokkrum dögum. Á aðventu kvöldi í kirkjunni á Seyðisfirði í síðustu viku sagði presturinn sem er nokkuð nýr hjá okkur frá þeim furðulegu áhugamálum sem hann hefur tekið upp eftir að hafa flust á Seyðisfjörð. Meðal þeirra var áhugi sem jaðrar við þráhyggju á færð og vegum og veðri. Þetta eiga margir Seyðfirðingar og íbúar Múlaþings í raun sameiginlegt af illri nauðsyn fremur en endilega áhuga. Hvernig er færðin? Þetta er ekkert endilega spurning þægindi, þetta er spurning lífsskilyrði og mér finnst svo oft eins og þetta gleymist þeim sem fjarri þessum veruleika eru. Og ég var ein af þeim allt mitt líf þangað til að ég flutti hingað. En þetta ástand er náttúrulega ekki sjálfgefið, þrátt fyrir að íbúar hafi aðlagað sig að því. Það er ekki eðlilegt að hluti sveitarfélagsins lokist af nokkuð fyrirvaralaust mörgu sinnum á ári, sér í lagi þar sem lífsnauðsynlegir innviðir eru hinum megin við fjallið. Auk þess sem aðgengi að skóla, vinnu og þjónustu takmarkast auðvitað við þetta allt saman. Ég er nýbúi hér í Múlaþingi, ég og maður minn fluttum til Seyðisfjarðar fyrir rúmum 4 árum og hér höfum við skotið sterkum rótum, tekið þátt í samfélaginu, eignast vini og stofnað til fjölskyldu. Allan þennan tíma hefur það verið einlægt trú okkar, líkt og annara, að Fjarðarheiðargöng væru næsta dagskrá, enda tilbúin til útboðs og framkvæmda. Þessi kúvending ráðherra hefur gífurlega neikvæð áhrif á líf fjölda fólks, hvort sem það er aðflutt eða ekki, að hugsa að flytja til sveitarfélagsins eða frá því. Þetta hefur áhrif á fólk sem vill annars búa hér áfram eða setja stað. Fyrirtæki sem ekki geta treyst á samgöngur, fólk sem treysti sér ekki til þess að láta duttlunga veðursins hafa svona gífurlega mótandi áhrif á daglegt líf sitt og sinna. Það er fólk sem fer úr sveitarfélaginu vegna þessarar ákvörðunar. Ekki vegna þess að það vill ekki búa á Seyðisfirði, heldur vegna þess að biðin eftir þessum blessuðu göngum er allt of löng. Þetta er kostnaður, fórnarkostnaður fyrir allt Múlaþing sem ekkert Excel-skjal gerir nægilega grein fyrir, en hann er mjög svo raunverulegur. Þegar sameining Múlaþings var samþykkt var hún gerð í góðri trú með þeirri sýn að byggðirnar okkar tengdust örugglega og jafnt. Nú er dagljóst að sú forsenda stendur ekki. Íbúar Djúpavogs búa enn við illfæran Axarveg stærstan hlutan ársins og eru leið þeirra því löngu á Egilsstaði. Fjarðarheiðargöng hafa verið tekin úr fyrsta sæti og af áætlunni, eins og margoft hefur verið komið fram. Eins og fram kemur í bókunni hefur Austurland verið sett í frost, engar vegaframkvæmdir til að tala um. Þetta snýst jarðganga og vegagerð, en líka svo miklu meira en það. Þetta snýst öryggi fólks, heilsu og líðan íbúa, tækifæri unga fólksins, innviði fyrir okkur öll og gesti og það að vilja halda þessu samfélagi lifandi og sterku. Það eina sem maður getur gert er að halda í vonina að eitthvað breytist í þessari algjörlega minngölluðu áætlun og við hér auðvitað höldum þessari baráttu áfram. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu og fleiri sem vilja taka til máls til þessum lið. Sveitarstjóri Dagmar Stefánsdóttir, gjörðu svo vel. Frú forseti, gott fundafólk. Já, mér langaði aðeins að koma hér upp sem hafnarstjóri líka, vegna þess að það var ekki bara eitt, það var eiginlega allt sem að koma okkur á óvart þegar þessi samgöngu áætlun var kynnt. Það er búið að fara hér vel yfir vonbrigðin sem við urðum fyrir vegna
Fjarðarheiðarganga og vegna Öxi að því hafi ekki verið flýtt og það sé engin svona raunverulegir fjármunir inn á þeirri framkvæmd núna á fyrstu áætlun, en það voru þetta margt fleira sem kom líka á óvart. Það verið að draga úr fjármagni sem að átti að fara í flugvöllin með við þá áætlun sem var lögð fram á þingi árið 2023 en fékk auðvitað ekki samþykki þingsins, en þar var gert ráð fyrir 8 milljörðum í framkvæmdir á Egilsstaðaflugvelli, bæði þessari akbraut sem á að leggja en einnig lengingu flugvallarins. Þannig að við veltum fyrir okkur hvort það sé þá verið að segja að það eigi ekki að fara í allar þær framkvæmdir sem voru fyrirhugaðar. Og svo eins og ég segi langaði með að koma hérna sem hafnarstjóri vegna þess að það voru líka alveg gífurleg vonbrigði að sjá að ríkið ætlar að lækka framlag sitt samkvæmt þessari tillögu til hafnarframkvæmda úr 60% eins og það í dag í 40% og fresta stækkun strandabakkans á Seyðisfirði. Og svo voru líka framkvæmdir sem að hafa verið ræddar og fyrirhugað við Djúpavogshöfn sem að virðast bara vera alveg dottnar út og við vitum ekki hver afdrif þeirra verða. Þannig að mér langaði bara að koma þessu inn í umræðuna líka að það einhvern veginn, það var ekki bara eitthvað eitt, það var eiginlega bara allt. Þannig að þessi áætlun sannarlega var vonbrigði fyrir þetta sveitarfélag og fyrir Austurland allt og það bara vert að minna á það eins og hefur verið sagt hérna að auðvitað var eina forsendum fyrir sameiningu Múlaþings bætta samgöngur milli þessara byggðakjarna sem að nú tilheyra sama sveitarfélaginu og það mjög slæmt þegar það ekki hægt að treysta á að verkefni af þessari stærðargráðu lifi af þó að komi ný ríkisstjórn til valda. Takk. Sveitarstjóri Dagmar Stefánsdóttir og lokið máli sínu. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi og óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og aðrir fundarmenn. Það sem mér langaði kannski aðeins þess að bæta við þetta allt, já, við erum svo sammála og þetta nú svolítið erfitt að koma með eitthvað nýtt sem hefur ekki verið sagt áður. Mér langar nú bara að benda á af hverju við erum öll sammála að þetta alveg hálfgerð hryðjuverk gagnvart Austurlandi þessi samgönguáætlun og þá sérstaklega Múlaþingi og einna helst Seyðisfirði. En þetta hins vegar mjög vond samgönguáætlun fyrir allt Ísland og ástæðan fyrir því að þarna verið að skapa slíkt fordæmi sem gengur svo harkalega gegn, ég ætla nú bara að leyfa mér að orða það gegn lýðræðinu og ég fletti nú upp manifesto samfylkingarinnar, stefnulýsingu samfylkingarinnar. Þar stendur nú bara með leyfi forseta: við viljum víðtækt lýðræði, fulltrúar almennings taki ákvarðanir sameiginleg málefni fyrir opnum tjöldum sem flestar ákvarðanir verið teknar beint á þeim hópum fólk sem þær varða. Mér bara til efs að nokkur sinni hafi komið eitthvað frá ríkisvaldinu sem gengur í eins miklu berhöggi við það sem að kjörnir fulltrúar nærsvæðisins hafi náð sér saman og það hefur verið náttúrulega áratuga barátta eins og við þekkjum sem hér erum og hún bara höfð að engu vegna þess að ráðherra kom hér og sett upp eitthvað leikrit þar sem hann fór greinilega á stað með einhverja heimasmíða á morfískeppni og þar sem hann var einn í dómnefnd og með einu pennastriki þá bara þurrkaði hann þetta út. Þetta bara fyrir neðan allar hellur svona gerræðisleg vinnubrögð. Ríkisstjórnin hefur mjög mikið verið að vinna með að setja upp svona narratífu það að það var greinilega það sem átti að hamra á að þessi áætlun fjármögnuð. Þeir sem að glugga nú aðeins svona í tölurnar sjá að það má nú alveg deilum hversu fjármögnuð hún og allir og sérstaklega við sem þekkjum nú svona hvað það getur tekið langan tíma að hanna göng vita það eru
engar vélar að verða ræstar í þeim efnum nema kannski verður sprengtur munnin korter í kosninga. Það er kannski séns að það verði tilfellið. En eftir stendur að það sem mun, sko, ef ég er að hugsa þetta út frá Íslandi, það sem að er bara virkilega vont fyrir Ísland allt er að nú er búið að skapa svo dæmalaust fordæmi fyrir því að það megi umturna samgönguáætlun á 4 ára fresti og það verður arfleið ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur og þessara samgönguáætlunar, ekki það að hún sé fjármögnuð, heldur að henni megi umbylta og umturna á 4 ára fresti. Enda verður við Austfirðingar bara að treysta því ef að þetta fer sem stefnir. Ég læt þetta bara duga. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, og lokið málsins og fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Kurteisinn alveg að fara með ykkur þarna aftasta bekk. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Að honum loknum kemur það Þröstur Jónsson. Það er spurning. Forseti, aðrir fundamenn. Já, það er erfitt að koma með nýja vinkla inn í þessa umræðu. Við erum búin að bæði þeytast ritvöllin, flest okkar, við erum búin að vera í viðtölum, við náðum að halda athygli þjóðarinnar á Fjarðarheiðargöngum í heila viku eftir að samgönguáætlun kom fram, sem er næstu í einstæmi held ég. Fréttamál lifa ekki heila viku á Íslandi. Ég veit ekki hvað ég á að byrja á að bera niður. Það að gelda og eyðileggja samgönguáætlun eins og gert er með þessari áætlun er þyngra en tárantaki. Þetta eru flokkar sem að gegnum tíðina hafa lengst af verið í stjórnarandstöðu. Af hverju eru þeir að færa Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki það á silfurfati að allt sem þeir gera skipti engu máli. Næsta ríkisstjórn byrja bara með tómt blað. Þetta hafa reynda líka gert með fleiri áætlunir. Rammaáætlun kemur upp í hugan. Það sem hefur verið að eyðileggja áratuga samstarf þvert á flokka á Alþingi. Þetta er slæm arfleifð fyrir þessa ríkisstjórn. Ég er ekki hlynntur nálgun SSA á það að því að við sköffum svo mikið, þá eigum við að fá svo mikið. En við verðum hins vegar bara að tala það tungumál sem einhverju skilja. Þetta er ekki rökin sem í hjarta mínu skipta mestu máli. Mér finnst að þeir sem að þurfa á hlutunum að halda, þeir eiga að fá hlutina. Ekki þeir sem að hafa efna á því eða borga svo mikið fyrir það, fáið það. Það þarf að byggja upp á Vestfjörðum og hefði þurft þó að það væri ekkert laxeldi og þeir væru ekki að leggja eitthvað gríðarlega til þjóðarbúsins. En tölurnar sem að er klifað á endalaust tæpur fjórðungur vöruútflutningstekna. Ég skrifaði grein daginn það að Austurland er að skaffa. Það er búið að koma inn á að 3 milljarðar sem ég sannarlega studdi að bætti veiðigjöldin cirka hér fyrir austan. Með því fororði að það færi í innviðauppbyggingu út á landi. Svo raforkukerfið okkar, raforkuframleiðslan,
sem er dálítið mikil hérna og mér finnst nóg svo því sé haldið til haga. Mér finnst að okkur vant ekki meiri rafmagns framleiðslu hér, eins og ég kom inn á með samgönguáætlun, með rammaáætlun. En hérna arðurinn sem að Landsvirkjun hefur greitt til hérna ríkisins undanfarin ár hafa verið 20 til 25 milljarðar á ári. 35 til 36% allra raforkuframleiðslu Landsvirkjunar eru á Austurlandi. Og ef að við bara segjum þriðjungurinn af þessum tekjum kemur til á Austurlandi, frá þessum 2,9% landsmanna, þá eru það 8,3 milljarðar á ári, með 25 milljarðar. Að auki skilaði Landsnet 14 milljarða arði á síðast ári. Ef að segja þriðjungurinn af því komið til af Austurlandi. Segjum bara 15%. Nei, hérna 15%. 20%. Það er rétt tæpið 3 milljarðar að auki. Þá eru við komin í hvað? 15 milljarðar að auki að ári sem eru sko sér álagning. Fyrir utan alla venjulega skatta og gjöld sem við greiðum bara glöð, vonandi flest. Þannig að það að þetta sé of dýrt er bara kjaftæði. Það er bara hreint og klárt kjaftæði. Grunnurinn af þessu því að við setjum svona eftir er að við búum á strjálbýlasta hluta landsins. Við erum svo langt frá að tengipunktarnir að finnum við háa alþingi hingað austur eru rosalega litlir. Skilningurinn á lífi okkar hráefnis útflytjandana hérna er rosalega lítill. Og það er meira að þannig að þingmennindur okkar, bæði í stjórn og stjórnarandstöðu, þeir eru ekkert rosalega mikið að tala hvað þetta er hræðilegt. Af því að atkvæðafjöldin er ekki hér. Hann er á Eyjafjarðarsvæðinu í þessu kjördæmi. Þannig að það er engin stjórnarandstöðu þingmaðurinn sem hefur komið fram mjög skýrt með það hversu fáránlegt þetta er. Ingvar Þóroddsson, þingmaður stjórnarþingmaður, hann Viðreisnar, hefur sannarlega sagt að hann ætli að styðja okkur í þessu og vonandi gera það, en aðrir hafa ekki talað nógu skýrt. Það er bara þannig. Við fórum suður og funduðum með þingmönnum kjördæmisins. Okkur er alveg sýndur skilningur, en við erum bara svo langt frá. Það er bara, og þetta er rosalega miklu peningar. Þetta er ekkit rosalega miklu peningar ef við berum það sama við Sundabraut eða strætóleiðirnar í bænum, í Reykjavík. En sem hlutfall er þetta rosalega mikið. En við erum svolítið á þeim tímapunkti og við þurfum bara að fara að ákveða. Við búum vissulega í borgaríki þar sem að lang stæðsti hluti íbúanna býr á höfuðborgarsvæðinu. En við þurfum bara að fara að ákveða það, viljum við halda öllu landinu byggð? Ég held að sé rosalega mikilvægt fyrir Ísland að landið sé allt í byggð. Meðal annars Seyðisfjörður, en bara allt landið. Það er efnahagslega bara mjög skynsamlegt að halda byggð allar hringir í kringum landið. En það þarf aðeins að fjárfesta til þess að við getum haldið landinu allir byggð. Og það að stytta ekki leiðina, fara yfir Öxi, það fresta því áratugum saman sem er svo mikill fyrirgefið slettuna, no-brainer,
Það er svo ofboðslega borðleggjandi framkvæmd. Hún borgar sig upp á örfáum árum með styttingu hringvegarins, vegarins hringir í kringum landið. En nei, það er ekki til peningar í það. Þetta er fráleit hugsun og við verðum bara einhvern veginn, Íslendingar, að fara að horfa á það hvernig förum við að því að halda þessu landi byggð. Takk. Sveitarstjórnar fulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur lokið málsins. Næstri pontu er Þröstur Jónsson. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti, annað gott fundar fólk. Mér finnst þetta góð umræða og ég ætla að hæla þeim félögum mínum í minnihlutanum fyrir málflutning sinn. Og ég ætla sérstaklega að byrja á því að hæla Eyþóri Stefánssoni fyrir það að færa mér heim sanninn um það að víða er Miðflokksandinn vegna þess að hann sagði nefnilegast að Ísland allt. Þannig að mér er afskal með bara mér er svo heitt hjartarætinu að heyra þetta utan flokks. En svona án gríns að mér var svolítið hugsað til þess hér í ræðu Helga Hlyns áðan að ég var sammála honum í því sem hann sagði sem sagt þetta með að ef menn sköffuðu svo mikið þá ætti mann að fá peningum tilbaka, en ég var líka sammála að málflutningi sveitarstjórnarfulltrúa Berglindar það að halda þetta til streitu. Ég fór bara að velta fyrir mig býta nöð. Þetta er nú eitthvað skrítið. Af hverju er ég sammála þeim báðum? Þá rann það upp fyrir mér af hverju ég er það. Jú, vegna þess að bara ef maður fer inn á smærri skala og maður er eitthvað fyrirtæki og maður er með 2 eða 3 pródökt og eitt af pródöktunum fer að gefa mjög vel af sér. Setjum maður þá ekki meiri fjárfestingu í það pródökt til þess að gefi ennþá meira af sér. Þetta er nefnilega ekki spurning um það að þeir sem skaffa mest, að þeir fái mest tilbaka eða yfir höfuð að halda þessu svona svakal til streitu að við erum að skaffa sem mest. Þetta er skilaboðin til ríkisstjórnar á Íslandi það að það er tækifæri á Íslandi, á Austurlandi að auka þjóðartekjur. Allri þjóðinni til hagsældar. Ekki bara fyrir Austurland, þetta er fyrir alla þjóðina. Þetta tækifæri er þjóðin að fara á misvið út af því hvernig ríkisvaldið er greiningarlaust. Og þetta er ekki fyrsta ríkisstjórnin sem er greiningarlaus. Það er kannski svolítið hjákvæmlegt að sjá bæði Framsóknarfólk og sjálfstæðismenn koma hér upp og jafnvel Vinstri græna vegna þess að þessi flokkar er búin að hafa tækifærið árum saman og kjörtímabilim saman að gera eitthvað í málanum. Það er ekki gerst þar. Það eins var kannski greiningin hefur verið aðeins betri þar en núna vegna hún er engin. En ég ætla nú ekki að fara meira út í þetta. Mér þótti líka skemmtilegt nýyrði sem Ásrún Mjöll, sveitarstjórnarfulltrúi, kom með. Það er ekki pólitísk ábyrgð, heldur pólitísk óábyrgð. Það er mjög merkilegt og kannski orð sem lýsa þessum hlutum. En þetta er nú svona framhjáhlaup allt saman ágætt. En mér er oft hugsað af því að ég er nú svona tiltölulega ágætlega lesin í ritningunni og ekki síst Gamla testamentinu, en það er ástæða fyrir maður sér hluti, kannski öðruvísi en aðrir þegar maður er búin að rýna mikið í það. Og maður sér það að þjóðirnar, hvort sem það eru Íslendingar eða Nínefumenn eða fólki sem bjó í Sódóm á sínum tíma, þjóðfélögin hafa alltaf þróast einhvern veginn eins. Það er einhvað ris, kemur einhvað, það bara verður glundróði og upplaust og það hrynur allt saman. Og það er aðeins rættur að sé að gerast og ég er kannski svolítið svipaður Lot frænda Abrahams sem var sveitarstjórnarmaður í henni frægu borg Sódómu og það segir nú í ritninguna að Lot í Sódómu mættist yfir ólifnaði samborgara sína, ég ætla nú ekki að mæðast yfir því, en ég mæðist rosalega mikið yfir greiningaleysinu, hvert fjármuni fara og það er svona,
Það er ekki lógík í hlutunum og þetta finnst mér vera aukast alveg rosalega og ég hef oft tuðað hér og ætla ekki að fara að tuða kannski mikið meira það að hér áður fyrr þegar að tekjurnar voru minni hjá ríkinu að þá lögðum við vegi og byggðu brýr, Lagarfljótsbrú, bara taka það sem dæmi sko, heljar mannverki á sínum tíma, menn bara reistu þetta á stuttum tíma, menn höfðu ekki þann tækjakvart sem menn hafa í dag, núna er Lagarfljótsbrú bara eitthvað stórmál. Þannig og þetta kemur til að því að menn eru einhvern veginn ekki að sinna hlutunum sem menn átt að gera og ég hef talið hér upp mörg dæmi, getur svo gert það aftur sko, loftslagsmál, þetta blessaða vók sem er búið að eitra og skemma hér hlutina og ég tala ekki stríðsrekstur einhverstaðar í fjarlægu landi sem kemur upp úr krafsina er ólöglega og það er auki, samkvæmt nýlegu lögfræði áliti. Þannig að mann skýrast ekki við jafnvel að brjóta lög. Og það eru ákveðin lagaákvæði forgangsröðun hvernig á að nota almannafé. Sú forgangsröðun er bara brotin. Þannig að yfir þessu mæðist ég og ég sagði nú einhverju viðtali þegar mér vantaði orðin þegar við varum nýmætt á Reykjavíkurflugvelli, mér vantaði einhvað og ég greip til þessa og hugsaði hvað var ég að segja þetta, en svo fór ég að hugsa það og þetta er náttúrulega það sem að heilagur andi gerir, hann kemur með orðin stundum þegar maður vantar það. Ég tók bara upp orð Kristins að þetta er ykkar tíma, nú ræður máttur myrkrana. Og það er svoleiðis, ef maður skoðar Gamla testamentið, að þá er þetta svoleiðis að það er mikið ljós og mikið uppgangur og svo fer ljósið og myrkrið kemur. Og ég er ansið þetta það, við séum á myrkum tími núna, því miður. Og þetta er svona einhvern veginn, sko, talandi vegi, sko, drottinn þekkir veg réttlátra en vegur óguðlegra endar í vegleysu. Stjórnvöld með þetta mál sérstaklega eru komin alveg í vegleysu, algjöra vegleysu. Og þetta með blessuðu veiðigjöldin, ég nú alveg mæðist alveg sérstaklega við því og tek sérstaklega undir með sveitarstjórnarfulltrúa Helga Hlín hér að nefna það. Vegna þess að, sko, þó að við Helgi séum kannski ekki sammála hvað eigi að skattleggja útgerðina mikið, þá erum við algjörlega sammála það að sú aukning sem þarna kom fram, hún átti að fara til þessa samfélags. Ekki til þess að peningarnir kæmu til þeirra sem sköffuðu meira, nei, vegna þess að sem ég sagði áðan, til þess að nýta þetta þjóðartækifæri að auka þjóðarframleiðslu. Öllum til hagsbóta. Þannig að þar getum við, Helgi þó að séum ekki sveitarstjórnarfulltrúar og sem ekki oft sammála hlutina, verið algjörlega sammála og lagst á eitt með það að þessi fjármunum er vel varið hefðu komið heim í hérað, en það er svikið. En svona er þetta bara og það er þetta greiningarleysi og ég var mjög var við þetta, ég átti nú því láni að fagna að fá að fara sem litli oddvitinn með öllum hinnum oddvitunum, þarna söður og ég hef aldrei komið inn í Alþingi áður og ég skynjaði andavaldi sem þar er, ég skynjaði það er glundróðavald, það er glundróða andi í Alþingi. Hann er það við líði, ég veit að þið skilji ekkert hvað er að tala aldrei sé ég hann brjálaður, en ég skynja það, minn heilagi andi segir mig það. Og þetta, það kannski, sko, ég veit ekki alveg hvað maður á að segja orðið meira, en kannski, sko, ættu ráðherrar í íslenskri ríkisstjórn aðeins að, sko, beygja sig yfir mitt. Þeir ættu kannski að bara prófa bæn Davíðs konungs, sem er mjög fræg og hljóðar á þann veg að prófa mig Guð, þekktu hjarta mitt, rannsaka mig Guð, þekktu hugsanir mínar og sjá hvort ég gangi á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg. Það er mjög hættulegt að fara á þennan glötunarveg og mér bara finnst stjórnvöld að komin gjörsamlega á þennan glötunarveg. En og svo kannski þetta að bara minnast þess, sko, eins og Kristur sagði, að án mín geti þið alls ekkert gert. Það er akkurat það sem að fólk er að gera. Og það er kannski til okkar líka vegna þess að við þurfum að ná vopnum okkar og fara að breyta þessu skelfilega ástandi sem er ekkert nýtt
ég bara sko nánast frá æsku, ég segi ekki æsku sko, það voru hér reðu hetjur áður og Lúðvík Jósefsson og Aðalsteinn, eða hvað hann hét, Sverrir Hermannsson þá eða einhver svo nefnum einhver sjálfstæðismann sem bara voru í þessu að lífi og sál. Þannig að við þurfum að ná þessu tilbaka, en síðan að þessi menn reiðu hér héruð, hefur þetta aukist að landsbyggðin verður einhvers konar, mér liggur við að segja skítahóla, sko. Fólk suður frá sem eru þar alltaf hreint, eru farin að líta á okkur eins og einhverja aukastarf. Og það skrýtna með þingmennin okkar. Í þessum fjórðungi, sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur kom aðeins inn á það í ræðu sinni áðan, að það einhvern veginn alltaf eins og þegar við komin inn á þing og búin að vera þar aðeins, þá bara einhvern veginn samlagast menn andavaldinu sem þar og eru bara, mér liggur við að segja, vitna aftur í reikninguna hver var það? Jobb, bara gagnslausir gullarar. Það kannski rétt orðið. En bara svona að lokum, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, sko, við þurfum styrk og við þurfum að ná áttum okkar og það er bæði við hér sem erum að reyna að berjast fyrir samfélagið okkar og ég farin að líta á þetta sem baráttu fyrir miklu meira en samfélagið okkar Múlaþing. Ég líta á þetta sem baráttu fyrir Austurland allt og landsbyggðina alla. Þetta allstaðar svona. Vestfirðingar hafa komið fram með sömu hlutina, bara svo bæti aðeins við það, að Vestfjarðafjórðungur sé að skila heilmiklu miðað við mannfjölda og það að þakka kannski ekki síst einu mjög öflugu fyrirtæki þar. Af hverju ósköpunum, bara svo förum annað, við þurfum ekki að tala svona hlutrækt Austurland alltaf, af hverju ósköpunum grípa stjórnvöldi Reykjavík það ekki á lofti og sjá sér tækifæri því að fjárfesti innviðum á Vestfjörðum svo að það er greinilega eitthvað við Vestfjörði sem gerir það mögulegt að slíkt sem sagt, hvað maður að segja, sköpunarfyrirtæki eða hvað þetta heitir, Helgi Hlynur, þú veist nú með orðið á hreinu. Nýsköpun. Nei, jú, hann veit nota nýsköpunarfyrirtæki. Af hverju þroskast það og vex svo vel þannig á Vestfjörðum? Hvað getum við gert til þess að þau eru kannski bara fleiri? Líður þessu fólki svona svakalega vel á Vestfjörðum? Hvað er það sem getur gert til þess að fá meiri tekjur á Vestfjörðum? Ekki hugsa þetta sem einhverja ambátt eða þurfaling eða einhvað slíkt. Nei, og þetta er röddin sem þarf að fara að heyrast kröftuga frá okkur, öllum landsfjörðungunum, að það erum við sem erum tækifæri. Það er fullbyggt að Reykjavík og það mun ekkert meira koma út úr Reykjavík og suðvesturhorninu. Það er fínt eins og en það er kannski ekki stórvöxtur þar. En bara svona rétt að lokum, við þurfum styrk og ég held að Seyðfirðingar sérstaklega þurfi styrk og ég hér fyrir sveitarstjórnarfund sem átti þennan sveitarstjórnarfund sem átti að vera á miðvikudaginn, ég var svo orðlaus eftir þessa ferðina daginn áður suður að mér bara fjallust hendur og ég bað góðan Guð að bara gefa mér vers inni til þess að efla mig styrk. Og hann var ekki lengi að því, þau kom úr sitt hvora áttinu og eru bara 3 línur og ég ætla með forseta að lesa það upp. Og það er þannig, og þetta er úr Tímóteusarbréfinu, Filippusbréfinu og Róm, þannig að það er úr 3 bréf. Bestu trúarinnar góðu baráttu, látið í engu skelfast af mótstöðu mönnunum. Opin gröf er barki þeirra. Og þeir eru að grafa þá gröf mjög hratt núna. Þeir grafa hana svo hratt að það minni mig á nafna minn í stórri katapillargröfu og það grafa skurð. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þorsteinn Jónsson hefur lokið máls í næstri pontu er Einar Freyr Guðmundsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, góði fundamenn, það er ekki eitt, það er allt. Í upphæðu þessari umræðu las forseti upp þau bókunardrög sem liggja fyrir fundinum og ég styð heilshugar.
Talað er kaldar kveðjur til Austurlands. Ég kýs reyndar að tala blauta tusku í andlit Austfirðinga. Á dögunum kom út ný skýrsla unnin fyrir samband sveitarfélaga á Austurlandi frá greiningarfyrirtækinu Analytica efnahagsumsvif Austurlands. Og meðal þess sem dregið fram í skýrslunni er að Austfirðingar, tæpir 3% landsmanna, sköpuðu vöruútflutningsverðmæti sem námu 219 milljörðum króna á síðasta ári og standa undir tæpum fjórðungi alls vöruútflutnings íslensku þjóðarinnar. Útflutningsverðmæti á mann er tífalt meira á hvern Austfirðing meðan við aðra Íslendinga. Geri aðrir betur. Það er því ekki hægt að nota fámenni sem rök fyrir því að dýrar samgönguframkvæmdir séu ekki fjárhagslega forsvaranlegar. Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti í Norðausturkjördæmi, komst vel á orðið á Facebook núna á dögunum þar sem hann sagði meðal annars, með leyfi forseta: Við megum ekki láta vill okkur sín. Þetta snýst ekki að velja rétt göng. Þetta snýst engin göng, ekkert átak og engar framkvæmdir á leiðinni, þrátt fyrir stór orð og fyrirheit. Það er verið að slá ryki í augu kjósenda. Loforð voru gefin, fjármunir voru teknir frá heimamunum í formi hærri gjalda, en þegar á hólmenni komið er ekki verið að framkvæma neitt. Virðulegi forseti, þetta er kjarni málsins. Engin Fjarðarheiðargöng þýðir engin göng á Austurlandi á næstu árum. Engin göng, engin öxi og engin Suðurfjarðarvegur þýðir engar stórframkvæmdir á Austurlandi á næstu árum. Í inngangi sínum benti forseti þó réttilega á að fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott. Við fáum nefnilega hringtólk eftir nokkur ár. Það segir allt sem segja þarf þegar ríkisstjórnin er farin að telja upp hringtólkaframkvæmdir á blaðamannafundum. Það segir sína sögu. Atburðarás liðinna vikna rifjaði upp fyrir mér fleyg orð Davíðs Oddssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, sem féllu í hátíðaræðu á Austurvelli 17. júní 2001, reyndar í allt öðru samhengi en sköpuðu engu að síður ákveðin hugrenningartengsl. Og þau eru, með leyfi forseta: Ef þú ert komin ofan í holu, hættu þá að moka. Ekki gera illt verra. Það er ekki of seint að rétta kúrsinn. Það er ekki of seint að lesa skýrslurnar, kynna sér rökin og taka síðan upplýstar ákvarðanir á þeim grundvelli. Að lokum vil ég nýta tækifærið til að biðla til þingmanna allra kjördæma að endurskoða þetta meingallaða plagg sem samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar er og leyfa því ekki fram að ganga í óbreyttri mynd á Alþingi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Einar Freyr Guðmundsson er lokið máli sínu og ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við þessum forsetateksti máls. Jónína Brynjarsdóttir er beðin orðið til svar. Takk fyrir. Forseti, annað gott fundafólk. Við höfum nú hreinlega held ég komið öll á framfæri fjölmiðlum og í rituðu máli eins og hefur verið farið hér yfir sem okkur hefur dottið í hug. Við erum hvergi af baki dottin. Samgönguáætlun hefur ekki verið lögð fram í þinginu. Hún verður ekki lögð fram í þinginu tel ég fyrr en í vor. Það má kannski segja að það sé einhvers konar sigur. Við erum auðvitað með þá von í brjósti og hún verður bara tekin til endurskoðunar og það snýst þessi bókun okkar hér í dag. Við munum halda fram að ræða samgönguáætlun í nefndum sveitarfélagsins. Þegar hún verður lögð fyrir á Alþingi, þá erum við nú að vonast til þess að menn mun nú sjá hagsinn í því að óska eftir umsögnum, af því ekki var þetta nú sett í samráðsgátt áður. Þá munum við fara þá leið að óska eftir umsögnum heimastjórna, draga það svo saman og vinna þetta þétt saman eins og við höfum verið að gera. Það hefur komið fram ábending og hvatning til íbúa að gera slíkt hið sama. Og því vil ég bara hvetja fólk að vera snemma á ferðinni, vera bara búið að undirbúa sig. Því að þegar að samgönguáætlun kemur og óskar eftir umsögnum, þá er ekkert oft langur tími, það er stundum vika eða 2 sem umhverfis- og samgöngunefnd leggur til að fólk skilin umsögnum. Þannig ég ætla bara að biðja fólk að nýta hátíðarnar og rita það á blað sem það telur að ég erindi við umhverfis- og samgönguráð. Og ég tel að það sé hellingur. Ég held að þessu umræðu við getum verið hér í marga daga og við munum ekki að tæma það sem að þarf að ræða samgönguáætlun en minna og við munum halda áfram umræðu hér í sveitarstjórn á janúarfundi og febrúarfundi ef til þarf
og við erum á tánum og umsögn okkar verður farið í að vinna bara á næstu dögum. Við erum auðvitað bara að vona að umsögnin, að við getum ekki fara að skrifa umsögnina strax að við viljum að henni sé breytt, samgönguáætlun. Ég vil þakka öllum þeim sem hafa skrifað greinar og bent á öll þessi mál og ég vil bara hvetja fólk til að halda áfram. Við hérna sveitarstjórnir erum samstiga og og við í sveitarstjórninni hvetjum fólk bara til að halda áfram að skrifa greinar. Hamra á sínum þingmanni, hamra alveg sama hvar fólk býr á landinu. Við höfum tekið höndur saman og nú höldum við áfram. Berjumst áfram. Takk. Þannig að Brynjarsdóttir við lokið máli sinni. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið. Svo ekki og ég fer forseta aftur stjórn undir þess. Takk fyrir. Ef að fleiri eru ekki á mælendaskrá þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þröstur Jónsson gjörðu svo vel. Mjög stutt, frú forseti. Annað gott fundafólk. Það verið talað það hér að það væri kannski ljós í myrkrinu og það eru ljósi púntar og vonandi samverkar þetta allt til góðs og maður vitnum einu sinni í reikningunum viðbót. En sko þar sem að þetta málið þegar gert, það hefur elt samstöðun á milli þessara stóru sveitafélaga á Austurlandi, Múlaþings og Fjarðabyggðar og ég eiginlega hissa á hvað sú samstaða ég hef síðan aukast í þeim tíma sem að ég hef verið í sveitarstjórn. En ég samt hissa hvað hún í rauninni orðin mikil og sterk. Og þess vegna ætla ég hérna bara að fara með smá ljóð sem að ég greip af fésbókarsíðu hjá ágætri listakonu, Kristínu listakonu, og snúaði aðeins. Sko það reyndar að byrja, það er sameiningu þegar að himinn og jörð renna saman, en ég ætla að fara að breyta því aðeins og bið höfundin forlát sem reyndar óþekktur. Það svona, með leyfi forseta. Þegar Múlaþing og Fjarðabyggð renna saman, þá fyrst verður á jörðinni gaman. Kærleik og frið velji ég vil, fyrir Guðsson því á ég von. Hjálpin næst, þegar þörfin stæst. Hamingja fæst, ef við getum sæst. Nú brátt koma blessu jólin, þá fagnandi hækka fer sólin, með bros á vör og fögnuð í hjarta, þá sólar geislar jörðina skarta. Já, þá fyrst verður á jörðinni gaman, ef Fjarðabyggð og Múlaþing að renna saman. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Ég ætla að bera tillöguna upp. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við erum þó komin í mál nr. 2 sem er fjárhagsáætlun Múlaþings 2026 til 2029. Fyrir liggur fjárhagsáætlun 2026 ásamt 3 ára áætlun 2027 til 2029 til seinni umræðu í sveitarstjórn. Ég ætla að bjóða Dagmari Stefánsdóttur sveitarstjóra hér í pontu og hún ætlar að fara yfir helstu niðurstöðutölur. Það kom að slaka á sér. Frú forseti og virðulegu sveitarstjórnarfulltrúar. Fyrir fundinum liggur til seinni umræðu tillaga fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2026 auk 3 ára áætlunar fyrir árin 2027 til 2029. Þá er einnig lögð fram markmið helstu fjárfestingaverkefni sveitarfélagsins næstu 10 árin og forgangsröðun þeirra í tímaröð. Í ljósi þessa ákveðnar breytingar voru gerðar á fjárhagsáætluninni milli umræðna. Þá ætla ég að fara yfir ákveðnar lykiltölur í áætluninni líkt og ég gerði á síðasta fundi og skýra líka aðeins frá hvaða breytingar hafa orðið. Fjárhagsáætlun er lykilskjal hvers sveitarfélags því það er stefnumarkandi hvernig við ætlum að byggja traustan rekstur, góða þjónustu og áframhaldandi uppbyggingu í öllum byggðakjörnum sveitarfélagsins. Þessi áætlun byggir á þeirri stefnu að reka sveitarfélagið af ábyrgð án þess þó að slá af uppbyggingu eða þjónustu. Áætlun næsta árs gerir ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu í samstæðu A og B hluta upp á 856 milljónir króna. Það er bætt niðurstaða miðað við útkomuspá þar sem afkoman var áætluð 473 milljónir fyrir árið 2026.
A-hluti stendur sterkur með 296 miljóna jákvæða niðurstöðu sem er mikill viðsnúningur frá 164 miljóna króna halla sem stefnir í árið 2025. Þetta er þó breyting á þeirri upphæð sem var kynnt við fyrri umræðu áætlunina þar sem ákveðið var í ljósi óvissu í efnahagsmálum að hækka verðbólgumarkmið í áætluninni úr 3,2% í 3,5% og er það gert í samræmi við uppfærða spá Hagstofunnar. Þá voru framlög til íþróttamála hjá sveitarfélaginu aukin 15 milljónir króna og framlög til hækkunar á frístundastyrk 10 milljónir króna. Framleiðin eða EBITDA nemur nú 10,8% í A-hluta og 16,8% í samstæðu og skuldaviðmiðið verður 87% sem er vel innan lögbundinna marka. Þetta sýnir að reksturinn er stöðugur, áætlunin raunhæf og fjármálastýring öflug. Við höfum svigrúm til framkvæmda án þess að grafa undan stöðuleikanum. Þegar litið til 3 ára áætlunar þá er hún byggð á grunni áætlunar 2026 og óbreyttu mun rekstragrunnur A-hluta styrkjast á næstu árum sem skapar tækifæri til öflugri þjónustu við íbúa sveitarfélagsins. En hafa ber í huga áreiðanleiki áætlunarinnar byggist á hvernig stöðu þjóðarbúsins vindur fram. Heildartekjur samstæðunnar nema 12,5 milljónum króna á árinu 2026. Af því eru útsvarstekjur 4,6 milljarðar, fasteignaskattur 1,02 milljarður og framlög úr jöfnunarsjóði 3,54 milljarðar sem er 19,6% hækkun frá fyrra ári. Þar af eru 88 milljónir vegna sameiningaframlags en þetta er síðasta árið sem að það framlag er greitt til sveitarfélagsins. Við höfum ákveðið að lækka fasteignaskatta bæði á íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði til að bregðast við hækkandi fasteignamati og létta undir hjá heimilum og fyrirtækjum. Laun og launatengd gjöld nema 6,6 milljónum króna á samstæðu grundvelli sem er 5,7% hækkun milli ára. Þetta endurspeglast fyrst og fremst í áhrif nýrra kjarasamninga og launaþróunar. Við höfum þó markvisst haldið vexti gjalda í hófi og áætlunin tryggir að hlutfall launakostnaðar af rekstratekjum verði áfram innan ásættanlegra marka. Árið 2026 verða nettó fjárfestingar alls 1.472 milljónir króna og yfir tímabili 2026-2029 eru þær áætlaðir 7,6 milljarðar. Hér er að ræða fjölmarga framkvæmdir sem skipta samfélagi máli og þar á meðal má nefna ofanflóðavarnir undir Bjólfinum á Seyðisfirði, safnahús og sviðslustahús á Egilsstöðum, grunnskóla Seyðisfjarðar, leikskóli og þjónustumiðstöð á Djúpavogi, gatnagerðir og innviðir og stoppframlög til nýrra leiguíbúða. Þetta eru verkefni sem ná til allra byggðakjarna og styrkja sveitarfélagið í heild. Fjárhagsáætlun 2026-2029 sýnir sterka stöðu Múlaþings. Við höfum lækkað skuldahlutfall, aukið framlegð og tryggt að öll fjármálaviðmið séu innan marka. Við fjárfestum í framtíðinni án þess að ganga of nærri rekstrargrundvellinum. Ég vil ítreka þakkir mínar frá síðasta fundi til stjórnenda og starfsfólk sveitarfélagsins fyrir vandaða vinnu við undirbúning þessara áætlunar og kjörnum fulltrúum fyrir málefnalega samvinnu. Sameiginlegt markmið okkar er þetta að tryggja að Múlaþing verði áfram sterkt, faglegt og framsækið sveitarfélag þar sem fólk vill búa, starfa og taka þátt í öflugu samfélagi. Dagmar Stefánsdóttir sveitarstjóri hefur lokið máli sínu. Það er einhverjir sem vilja taka til máls undir þessu leið. Berglind Harpa Svavarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Bara þakka Dagmar sveitarstjóra fyrir hennar yfirferð og endur hún búin að fara yfir svona helstu breytingar og stöðuna á milli umræðina líka, en ég ætlaði bara svona rétt að nefna svona gróflega að það er oft ekki breyting á milli umræðina en hún fór svo sem yfir ástæður af hverju við fórum í það. Það er þessi nýju verðbólgu viðmið sem að koma frá Hagstofu Íslands. Þráttur að þau hafi komið fram þá er það bara fá sveitafélög sem að breyta í rauninni sínu viðmiðum, verðbólgu viðmiðum, en auðvitað þýðir það að þegar við aukum við þá prósentu að það dregur náttúrulega úr rekstara afkomu sveitafélagsins, en við náttúrulega ákváðum það bara að hafa þetta sem réttast, en það dregur náttúrulega milli umræðna reksturinn niður 25 milljónir.
Við vonum auðvitað að verðbólgan verði minni en hún er áætluð, en það er alltaf erfitt og eins og hefur verið síðustu ára að hún hefur verið hærri en áætlað var. Þannig að þetta er svona ástæðan fyrir, þetta eru auðvitað 50 milljónir í heildina sem er munurinn á milli umræðina og 25 milljónir af þeim eru bara vegna þess. En eins og kom inn á líka að það eru þessi rekstrarliðir í A-hluta sem eru 30 milljónir. Og það er náttúrulega styrkur við ungmenni innan sveitafélagsins. Það var mætt í framkvæmdastjóra stöðu Hattar sem eru þá 12 milljónir og íþróttastyrkir fyrir 3 milljónir og svo er það frístundastyrkur barna sem verða að hækka í annað skipti og úr 35.000 í 45.000. Þau voru í upphafi kjörtímabilsins, voru það 30.000, þannig að það er þá orðin 15.000 króna hækkun. En núna eru þetta 10 milljónir, þannig að þetta er svona það stærsta sem er milli umræðna, þessa 50 milljónir og ég er bara ánað með þetta eins og með verðbólgumarkmiðin að þráttu verið að hækka prósentuna og reynum að hafa þessi réttast að það kostar 25 milljónir og að mæta ungmennum þessa sveitafélags. Og eins og kom inn á líka eins og með álagningarprósentu fasteigna að við erum að lækka í annað skipti álagningarprósentu á íbúðarhúsnæði og fer hún núna í 0,47 já, nákvæmlega. En við tökum náttúrulega atvinnuhúsnæði líka núna inn og lækkum það í fyrsta skipti. Þannig að ég er ánægð með það að við séum búin að lækka prósentuna á íbúðarhúsnæði núna í tvígang og förum einmitt í atvinnuhúsnæði líka að lækka það. Fasteignagjöld hafa hækkað gríðarlega og fólk einhvern veginn upplifir það ekki að við séum að lækka en við erum heldur betur að lækka prósentuna og það sem er að gerast að eignir fólks er að hækka í virði. En varðandi auðvitað hefur þetta aðeins áhrif á framleið og EBITu en hún er samt virkilega góð, þetta er virkilega góðu rekstrarafkoman, hún er afar jákvæð. Og núna sem sagt á næsta ári þá er í rauninni samstæðinu á B-hluta er hún áætluð jákvæðum 856 milljónir sem er hækkun um 400 milljónir á milli ára og ef við tökum bara A-hlutan það eru mörg sveitafélag sem ræða ekki A-hlutan út af því hann er nú alltaf í rekstrarhalla en hann er áætlað jákvæður 300 milljónir hjá okkur. Þannig að þetta er gríðarlega góð niðurstaða og ég er bara virkilega ánægð með bara fjárhagsáætlun næsta árs og bara þakka kærlega fyrir vinnu til starfsfólks og allra sem hafa haldið utanum þessa áætlanagerð og líka á milli umræðina. Þannig að það krefst vinnu að fara í þessa breytingar en ég er mjög ánægð með það. Takk. Mælendaskrá er opin undir þessum lið, einhver vilja taka til máls. Ef svo er ekki þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Já, þetta ná við Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjör svo vel. Forseti, bara örstutt svona, það hefur ekki ríkt mikil við höfum verið nokkuð sammála þetta, meiri og minni hluti, þannig. Við vorum öll sammála þessar breytingar sem gerðar voru á milli umræðuna, en er ég mjög ánægður með þær breytingar sem snýr beint að barnafólki og barnafjölskyldum sem að mér finnst að við eigum að horfa almennt meira til lækkaðra gjalda á ungt fólk, sérstaklega með börn. Það er sá hópur sem á erfiðast með að láta enda ná saman. Svo vil ég líka fagna því að þann fór í gegn breytingar á jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem er stærsta skýringin á stórbættri afkomu. Þar sem tillit er tekið til þess að það er dálítið dýrara að halda uppi þjónustu í fjölkjarnadreifðu sveitarfélagi heldur en annars. Og taka undir það að þakka fyrir gríðarlega góða vinnu embættismanna í þessu máli. Takk. Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu.
Helstu niðurstöðutölur verða birtar í inngangi bókunar. Bókunin sem liggur fyrir fundinum sveitarstjórn samþykkið framlaga fjárhagsáætlun Múlaþings fyrir árið 2026. Við seinni umræðu ásamt 3 ára áætlun 2027 til 2029. Fyrri umræðan fjárhagsáætlana fór fram 12. nóvember síðastliðinn. Einhver sem vil taka til máls, annars tekið tillögun til afgreiðslu. Má tekið tillögun til afgreiðslu þeir sem vilja og samþykkja tillöguna rétt upp hönd. Einhver sem situr hjá. Það samþykkt með 10 atkvæðum, 1 sem situr hjá, Þröstur Jónsson. Þá erum við komin í mál nr. 3 sem að tekið inn með afbrigðum hér í upphafi fundar sem snýr að Menntaskólanum á Egilsstöðum skipunartíma skólameistara. Fyrir liggur opið bréf frá skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum til mennta- og barnamálaráðherra þar sem nefndin furðar sig á skorti á samráði vegna breytinga á því að láta skipunartíma skólameistara renna út og auglýsa stöðuna, auk spurninga um framtíð skólans. Menntaskólinn á Egilsstöðum mikilvæg stofnun í sveitarfélaginu og því eðlilegt að sveitarstjórn taki málið til umfjöllunar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir þær spurningar sem skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum setti fram í opnu bréfi til mennta- og barnamálaráðherra varðandi breytingar á þeirri hefð að bjóða sitjandi skólameistara að halda áfram störfum áður en skipunartími rennur út. Sé ætlunin að breyta þessu kerfi, þá þarf það að gilda fyrir alla skólameistara á framhaldsskóla og hefði verið eðlilegt að kynna þessar breytingar með fyrirvara. Það var ólíðandi að skólameistari ME skildi frétt af þessum breytingum á hans högum í útvarpsfréttum. Sveitarstjórn Múlaþings leggur á það ríka áherslu á Menntaskólanum á Egilsstöðum verði áfram sjálfstæð stofnun og að fyrirhugaðar breytingar á framhaldsskólakerfinu verði ekki til þess að draga úr umfangi eða fækka fólki sem starfar í framhaldsskólum á landsbyggðinni. Sveitarstjórn Múlaþings vill beina því til staðgengisráðherra að bregðast við opnu bréfi skólanefndar ME og óskar eftir afrit á svörum enda brenna sömu spurningar á sveitarstjórnarfulltrúum. Sveitarstjóra falið að koma bókunina á framfæri við mennta- og barnamálaráðherra. Ég ætla að opna mælendaskrá þessum lið. Einhverju vilja taka til máls? Þessi bókun segir nú kannski allt sem segja þarf. Ef enginn hyggst taka til máls þá tek ég bara tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 4, gjaldskrár 2026. Fyrir liggja gjaldskrár til afgreiðslu sveitarstjórnar. Eftirfarandi tillaga liggur frammi. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir eftirfarandi gjaldskrár. Hefst á lesturinn. Gjaldskrá Minjasafns Austurlands, gjaldskrá Bókasafns Múlaþings, gjaldskrá fyrir íþróttamannvirki í Múlaþingi, gjaldskrá tónlistarskólans á Egilsstöðum og í Fellabæ, gjaldskrá tónlistarskóla Norðurhéraðs, gjaldskrá tónlistarskólans á Djúpavogi, gjaldskrá listadeildar Seyðisfjarðarskóla, gjaldskrá grunnskóla í Múlaþingi, gjaldskrá leikskólans í Brúarási í Múlaþingi, gjaldskrá leikskóla í Múlaþingi, gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs í Múlaþingi, gjaldskrá fyrir stuðningsþjónustu í Múlaþingi samkvæmt lögum með félagsþjónustu sveitarfélaga, gjaldskrá fyrir akstursþjónustu fyrir fatlað fólk í Múlaþingi, gjaldskrá fyrir sumarfrístund í Múlaþingi og gjaldskrá fyrir frístundaheyr með leið Sólina. Ég held ég hafi ekki sleppt einni línu þarna. Ég ætla að opna mælendaskrá þessum lið ef einhver vilji taka til máls. Ef enginn hyggst taka til máls þá tökum við bara tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 5. Aðalskipulagsbreyting Gilsárvirkjun. Tillaga breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna Gilsárvirkjunar var auglýst í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 frá 29. september til og með 10. nóvember 2025. Umhverfis- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi skipulagstillögu og vísar henni til staðfestingar hjá sveitarstjórn í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings staðfestir í samræmi við 1. málsgrein 32. grein skipulagslaga nr. 123/2010 fyrirliggjandi tillögu breytingu á aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 til 2028 vegna Gilsárvirkjunar. Jafnframt samþykkir sveitarstjórn fyrirliggjandi drög að umsögnum athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma tillögunnar og fylgur skipulagsfulltrúa koma þeim á framfæri. Ég ætla að opna mælendaskrá þessu lið einhver vill taka til máls. Helgi Hlynur Ásgeirsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég bara minna á það í þessu samhengi að við ákveðum hér, samþykktum með öllum atkvæðum greiddum á fundi, að við myndum ekki fara í skipulagsbreytingar fyrir orkuvinnslu, fyrir búið að vera að ganga frá samningum greiðslur.
fastegna greiðslur og við erum að ganga gegn þeirri samþykkt. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna réttu pönt. Það eru 9 atkvæði. Einhver sem sitja hjá. 2 sem sitja hjá. Og eru þá ekki allir búin að gera grein fyrir atkvæði sínu? Já. Helgi Hlynur Ásson. Þá erum við komin í lið númer 6, ferjusamgöngur milli Seyðisfjarðar og Skotlands. Fyrir liggur beiðni frá Helga Hlyn Ásgrímssyni dagsett 4. desember síðastliðnum að setja á dagskrá málið ferjusamgöngur milli Seyðisfjarðar og Skotlands. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir að vísa málinu til frekari vinnslu hjá byggðarráði og til kynningar hjá umhverfis- og framkvæmdaráði. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá og spurning hvort að forstöðumaður málsins vilja gera grein fyrir því. Helgi Hlynur Ásgrímsson, gjörðu svo vel. Forseti, þetta er mál sem er búið að veltast í kollunum að mér allt og lengi og ég hef gert allt og lítið í eins og mjög mörgu í mínu lífi. Þegar ég kom inn sem varamaður á fyrra kjörtíðanbili þá flutt ég tillögu sem að í samstarfi við samtali við þáverandi sveitarstjóra og embættismenn var það tillögu vinabæjarsamskipti við Skotland. Sú tillaga fóturinn fyrir þeirri tillögu var það að reyna að koma á einhvers konar tengslum til að kanna þessa möguleika að útvíkka ferjusamgöngur til Seyðisfjarðar. Það eru komið á 7. áratug síðan ferjusamgöngur milli Færeyja og Íslands og Seyðisfjarðar hófust. Og ég held að sé komið tím til að stíga næsta skref. Það er ekkit ofrætt farið ef að skref eru stígin á 50 ára fresti. Þannig að ég trúi því að það séu bara gríðarlega möguleikar í þessu. Við þurfum að stíga skref á Seyðisfirði og við getum ekki bara beðið eftir einhverju óskilgreindu sem að einhver starfsmaður Samherja ætlar að rétta okkur eða hjálpa okkur við. Ég tel að við þurfum að spýta í lófana og vinna með þá styrkleika sem við höfum á Seyðisfirði. Og þetta er sannarlega styrkleiki, innviðirnir eru til staðar, Skota vantar vini, þeir voru reknir út úr Evrópusambandinu, þeir vildu ekki fara út úr því, en Brexit klippti á og ég held að séu gríðarlega möguleikar í þessu. Nyrstu byggðir í Skotlandi eru vel tengdar lestakerfi niður allavega Evrópu. Útflutningur og innflutningur þangað er á mjög mörgu leyti hagkvæmur. Útflutningur til Skotlands á sér langa sögu. Það var eitt af því sem bjargaði Íslandi að síðasta hluta 20. aldar. Nei, 19. aldar segi ég og byrjun þennan 20. Og útflutningur á sauðum á fæti til Skotlands. Þannig að við getum líka flutt út sauði hérna, kannski mig, jafnvel. Núna, en
Já, ég bara hef mjög mikla trú á því að þetta sé möguleiki, ekki söðurútflutningurinn heldur hérna innflutningur og útflutningur fólks og vara frá Skotlandi. Og þess vegna vil ég að við förum í það að ná tengslum niður í Skotland. Þetta líka talar aðeins inn á það sem að við fengum styrk á sínum tíma til að tengjast háskólanum Islands and Highlands í Skotlandi. Það bara klúðraðist, það verkefni. Breytt stjórn, COVID, breytt stjórn háskólans, COVID og sofandaháttur hjá okkur gerði það verkum að þessi styrkur eru aldrei nýttur og þetta samstarf komst ekki á. En það er annar hluti af þessu. Það er mjög margt sem við getum lært þarna. Háskólinn Islands and Highlands í Skotlandi er hérna dreifsettnasta stofnun sinnar tegundar sem til held ég. Við erum með útibú út allt og litlum eyjum og þorpum og já, ég held að þetta sé komið. Takk. Helgi Hlynur Ásgrímsson og Logi Málsson og fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Ég ætla að biðja fyrsta forseta að taka við stjórn fundar þessi forseti hyggst taka til máls. Jóna Brynjólfsdóttir hefur beðið orðið, Gjósveg. Forseti, án og gott funda fólk. Ég ætla bara að fagna þessari tillögu og þakka sveitarstjórnarfulltrúa fyrir að koma með hana fram. Ég held að það væri mjög gott fyrir okkur sem höfn og fyrir höfnirnar að fara að huga því að fá meiri tekjur og við erum með alþjóðlega höfn á Seyðisfirði og því er bara afskaplega gleðilegt að fá þessa tillögu inn og ég hlakka til að fylgjast með hvernig unnið verður henni í byggðaráði og nú ef það þarf að fara skottast í Skotlands og reyna að sjarma þá upp úr skónum hvort það er í menntamálum eða siglingamálum þá held ég að við séum öll til takks hér í slíkar ferðir. Takk. Jóna Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu til henni aftur stjórn fundarins. Herra, ég ber þá tillöguna upp. Þeir sem samþykkja tillöguna réttubönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í mál nr. 7, reglur styrki til náms, verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks hjá Múlaþingi. Fyrir liggja drög að uppfærðum reglum styrki til náms, verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks hjá Múlaþingi. Reglurnar voru samþykktar af fjölskylduráði 25. nóvember 2025. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi reglur til náms, verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks hjá Múlaþingi. Opna mælendaskrá. Og ef enginn kveður sér ljós að tekja tillögunni til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Samþykkt samhljóð. Við erum þá komin í mál nr. 8. Reglur Múlaþings akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Fyrir liggja drög að uppfærðum reglum akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Reglurnar voru samþykktar af fjölskylduráði 25. nóvember 2025. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi reglum Múlaþings akstursþjónustu fyrir fatlað fólk. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið einhver hyggst taka til máls. Ef svo er ekki þá tek ég bara tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli nr. 9, þjónustustefna í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga. Fyrir liggur til seinni umræðu stefna þjónustustig í byggðum Múlaþings. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögur að stefnum þjónustustig í byggðum Múlaþings og felur skrifstofustjóra að sjá til þess að samþykkt þjónustustefna verði birt á heimasíðu sveitarfélagsins. Og ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Svo er ekki þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við erum þá komin í lið nr. 10, fundir sveitarstjórna, fagráða og heimastjórna janúar til maí 2026. Fyrir liggja drög að fundadagatali sveitarstjórna, fagráða og heimastjórna tímabili janúar til maí 2026 sem hefur verið staðfest af heimastjórnum og viðkomandi fagráðum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi fundadagatal sveitarstjórnar og fastanefnda janúar til maí og felur skrifstofustjóra að sjá til þess að það verði birt á heimasíðu sveitarfélagsins. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Ef enginn hyggst taka til máls þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja þetta rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundagerðir. Við ætlum að taka fyrir hér lið
11, 12, 13, 14, 15 saman. Hér er að ræða fundargerð heimastjórn Borgarfjarðar nr. 64, fundargerð heimastjórnar Djúpavogs nr. 65, fundargerð heimastjórn Djúpavogs nr. 66, fundargerð heimastjórn Fljótsdalshéraðs nr. 64 og fundargerð heimastjórnar Seyðisfjarðar nr. 63. Ég ætla að opna mælendaskrá undir þessum liðum. Einhver hyggst taka til máls? Ívar Karl Hafleifsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Ég sá þér ekki að baka damar. Frú forseti, hann að funda fólk. Ég er svona hálfgerða fyrirspurn til Eyþórsfrændamins varðandi lið 11 heimsókn og Borgarfirði, lið það 9 atvinnumál. Við höfum rætt ýmislegt að þeir áttu þar fund með þingmanni sem er formaður atvinnuveganefndar, það ekki nokkuð að ljúga það. Og rættu þær í ýmis mál og það var kannski nokkur svona sem ég svona var aðeins að velta fyrir mig. Það var annars vegar ánægður hann þegar minnast á endurgreiðslu og virðisauka í framkvæmdum sem er eitthvað sem var nú bara stungið upp núna í aðdraganda fjármálaáætlunar, það bara fellt svo til að Sjálfstæðisflokksins að koma þessu á aftur 100%. Þetta myndi liðka til það framkvæmdir sem við klárlega þurfum að komast í. Þetta var svona gert í COVID og kom mjög vel út. Minnka líka svart atvinnuleysi, það er alls margs konar kostir með þetta, en það sem ég ætla kannski að ræða aðalega var það var kannski tvennt, annars vegar sko falla frá skerðing og línuölun, eitthvað sem snertir nokkra aðalega bara Borgarfirði og Djúpavogi, þá hvort að hefur komið einhver svör um það. Og svo að því að í þessum tillögum sem í minnisblaðinu voru tillögur, þá var líka að tala um að rýmka kvaðir vinnsluskyldu í sértæku byggðakvóta. Ég var bara að velta fyrir mig sko hvað menn þau verið að spá í með því. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur óskað eftir að taka til máls. Veit ekki hvort það hefði hjálpað hann hefði verið á undar. Jú, ég ætla að tala um þetta. Þú ætlar að tala um þetta? Gjörðu svo vel. Ég ætla ekki að svara hún, Já, frú forseti og aðrir fundargestir, menn. Ég ætlaði einmitt að koma undir þessum lið, þeim er fundarliður 11, dagskrárliður 9 þarna í fundargerð heimastjórnar Borgarfirði. Aðdragandi þessa máls var sá að það voru svona ákveðnar blikur á lofti fyrir, við ætluðum að taka þetta á nóvemberfundinum en við frestuðum honum, þannig að við erum búin að vera með þetta svolítið lengi í bígerð og svona ýmislegt gert síðan við byrjuðum að ræða þessi mál. Við hugsuðum svona hvernig við ættum að fara að þessu og einn heimastjórnarfulltrúi óskaði bara eftir því að við reyndum að fá fund með formanni atvinnuveganefndar og við heyrðum í honum og hann vildi glaður koma á fund og þá ræddum við ýmislegt og markmiðið hjá okkur var alltaf að útbúa einhvers konar minnisblað sem við ætluðum að senda á sem sagt atvinnuveganefnd bara Alþingis þar sem við værum bara aðeins að lista hvernig ýmsar aðgerðir stjórnvalda koma eru kannski ekki endilega til hagsældar atvinnulífi á Borgarfirði en vildum hins vegar erum hins vegar ekki búin að gera það sem koma þessu atvinnuveganefnd vegna þess að okkur fannst eðlilegt og eftir svona samtöl innan stjórnsýslunnar að byggðarráð Múlaþings tæki þetta kannski aðeins fyrst til sín og ræddi þetta svona verandi fagráð okkar atvinnumál og það er eiginlega bara alveg okkur er bara ljúft og skylt að fá þau lið með okkur í þetta. En þá er svona von mín að byggðarráð kannski klári innan gæsalappa, klári minnisblaðið okkar og kannski beinið í ef til vill til atvinnuveganefndar ef að allavega þannig að þetta fari svona kannski sé ekki bara við að garga á hafið eins og við gerum nú oft fyrir austan, heldur komist kannski á eitthvað samtal við stjórnvöldin í Kapítólinu. Varðandi fyrirspurn Ívars, eitt af því sem kemur illa við Borgarfjörð er að það er alltaf verið að draga úr línuívilnun og manni virðist það nú alveg vera til þess að tryggja 48
daga til strandveiða, en við erum nú kannski ekki eitthvað hoppandi húrrandi kát þótt við fögnum því að það sé lengt í strandveiðum að það bitni á heilsársstörfunum á svæðinu, að það geti fleiri stundað hafið tímabundið yfir árið. Þannig að það hefur bara svona þegar maður tala við útgerðaraðila á Borgarfirði, þá sem eru í einhverju útgerð, þeir höfðu til dæmis miklu minni áhyggjur af veiðigjöldunum heldur en nokkru sinni þessari línuívilnunarskerðingu, því að þetta virðist bíta það sem sárt að bíta. Og þetta tekur til nokkurra margra starfa. Þetta fiskverkun Kalla Sveins og útgerðarnar tengt að því, og þetta útgerðin hjá Káraborgari og fiskvinnslu tengt því sem að þetta snertir, sem eru tveir svona frekar á borgfiska mælikvarða stórir vinnuveitendur með heilsársstarfsemi. Varðandi þetta sem við sögðum í minnisblaðinu, það var nú svo sem ekkert eitthvað meitlað í stein. Þetta var nú bara svona hugarflugsfundur sem að við tiltókum allt það sem við gátum látið okkur dett í hug, einhverju aðgerðir til stjórnvalda, sem að við vildum bara svona leggja inn í púki til byggðarráðs, en vildum síðan bara byggðarráð tæki boltan og hanteraði það eftir því hvað þeim fyndist, og kannski eftir vill í samráði við okkur ef að það væri eitthvað sem menn vildu. En bara ástæðan fyrir því við nefndum þetta sérstaklega með vinnsluna á sértækum byggðakvóta er að nú eru þessir aðilar sem að fengu sértækan byggðakvóta. Það ekkert leyndarmál og það hefur gengið, það hefur verið bröðsótt byrjun að byrja að vinna kvótan sem menn fengu. Ýmsar skýringar fyrir því, en menn eru hins vegar, ef ég skil málavöxtur rétt, að þá eru menn að vinna í því að koma þessi í gott horf, en hins vegar eru þessi sértæku byggðakvótar, sko, þeir eru mismunandi yfir landið, til dæmis í Grímsey er ekki unnið neitt, það fer allt á markað. Og það fyrirkomulagið sem allir sem fá þennan kvóta myndu helstu vilja, vegna þess að þessir byggðakvótar, þetta er það lítið í tonnum að einn sem er búinn að standa í þessu brasi sagði við mig, sko, að þegar þú færð svona kvóta, sértækan byggðakvóta, það er allir til í að veiða fiskinn og það er hægt að hafa vel upp úr því. Svo snýst það bara hvað þú getur rekið vinnsluna með litlu tapi. Þannig að við vorum kannski bara að biðla til þess að svona ljósi þess að það væri verið að skerða línuívilnun núna til þessar aðila, að þeir kannski fengu einhvers konar svigrúm til þess að, þó það sé þá kannski ekki annað en bara að fá smá svigrúm í tíma til þess að ná að vinna þetta með það markmiði. Það var kannski svona fyrst og fremst hugsunin. Já, þetta var það sem ég ætlaði að segja. Takk, núna ég hafi svarað. Þeir voru ekki þau orð. Já, Ívar Karl Hafleifsson komið til svara, kannski við sjálfan sig, þegar þeir ætlaði nú ekki að svara honum. Frú Horsti, nei, ég sveitir sem 101 og höfum þetta rætt þetta margoft, en kannski byrjun, ég kom semst inn í, var í starfshópi sem fór með svona leið sem úthlutun úr 5,3% pottinum, sem þá þessi pottur sem innheldur strandveiðar, sértækan almenna byggðakvóta, línuviln og skel, fisk, ívilnun og alls konar þannig pott. Þar voru náttúrulega allir sammála um það. Þetta var í tíð síðustu ríkisstjórnar, það var hluti auðlindur okkar verkefni sem Svandís Svavarsdóttir fór á stað með, og sátum þetta með góðu fólki bæði frá byggðastofnun, frá sveitarfélögum, frá sambandinu og fleiri, og þar vorum við alveg sammála um það að það sá hluti þessa kerfis sem var að skila mestu fyrir veikari byggðir væri sértækur byggðakvóti. Vandamál hans væri það með hvað hann fengið litla hlutdeild úr þessum potti, að það væri oft smurt of þunnt, svona eins og Eyþór lýsir. Þetta sé ekki alveg nóg til að búa til alvörulegt verkefni. Eitt af fáum verk sem hafi virkað mig vel enn og hér á Djúpavogi, þar sem menn fóru í ákveði svona frumkvöðlastarf með bæði hvítfiski og laxi í laxeldinu Búlandstindu. Verkefni sem búin að byggja upp á sig fyrirtæki sem eitt stæðsti vinnustæðin í Múlaþingi fyrir utan sveitarfélagið sjálft. Og þeir voru með 6 ára verkefni, fengu nýlega framlengingu, en töluvert lækkaðan kvóta sem skilaði sér strax í því að þurfti aðeins að hægra því í vinnslunni, fakkaði það stöðugildum
á sama tíma fjáum við 200 tonna á Borgarfjörð og það hefur verið mjög erfitt að koma því verkefni á stað. Vonið það bæti síðan skerðingar og að manni sýnist vilji ráðherrans til að taka bara meira þessu potti yfir í strandveiðar, sem var allir ekki minn skilningur þegar við vorum að tala hér að tryggja 48 daga strandveiði, þá var það ekki kannski minn skilningur allan, við ætlum að ganga hinu kjærunum dauðum. Og sérstaklega því að mínum huga snýst þetta heilsastörf frekar heldur en sumastörf. Það vel ekki vandamál hér á sumrin að fólk hafi ekki atvinnu. Vandamáli hérna að menn hafi heilsufarsatvinnu og geti þá svona dregið frá lífið 12 mánuð ári. En ég held að sé bara ágætt frá okkur að fylgja þessu með þessu því að það alveg þannig, línuöl mun býta okkur ef að verða að skera hana mikið niður. Og ég held að væri bara miklu betra að menn myndi fara að fókusera meira á þennan sértæka byggðakvóta og auka þar hlutdeldi í honum þannig að þessi verkefni sem setja stað væri með þeim þunga menn gætu komið upp vinnslu. Því það auðvitað tilgangurinn. Ég veit alveg það er rosalega gott að fá kvóta frá ríkinu fyrir ekki neitt og fá að veiða hann og selja á markaði. Leiguverð fyrir þessi 200 tonn eru 80 milljónir. Og það bara það sem ríkið ætla að leggja þetta til og menn vilja þá að fyrir 80 milljónir með fáum einhver störf í staði. Og ég veit þetta er á mörkunum vera nóg. En það þannig að náðist, þá er maður líka sammála það í þessari nefnd að það þyrfti að vera ákveðin tímarammi, það þyrfti að vera mælikvarðar á árangur. Af því að það hefur líka borið við að sumt að þessu hefur kannski ekki skilað alveg þeim árangri sem reiknað með. En ég held að það sé bara ágætt og það er kannski ástæð fyrir að vera pínan eða fræða minn hérna að koma þetta upp að ræða þetta. Að ég held að þetta muni skipta okkur máli því að þetta skiptir mál á Borgarfirði og þetta skiptir mál á Djúpavogi. Að þessi verkefni séu þannig gerð að þau verður að raunverulega einhver bata. Og líka sem að kannski, þetta er oft svo viðkvæmt. Meiri segja bara verkefni eins og Djúpavogi sem var búið að vera í gangi í 6 ár var á framlengingu. Bara það að minnka sértæka byggðakvótana það hefur strax áhrif. Það er strax áhrif til fækkunar starfsmanna en það að gera nýtt verkefni, það tekur oft ár eða mörg ár að koma og skila einhverju, varanlegum störfum. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafliðason lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki kveðið sér ljóðs undir liðum 11, 12, 13, 14 og 15 sem eru fundagerðir heimastjórna. Enginn á mælendaskrá því loka ég hér að þetta þá lagt fram til kynningar. Við erum þá komin í fundagerði byggðaráðs, þetta liður 16, 17, 18 og 19. Að ræða fundagerð byggðaráðs Múlaþings nr. 170, 171, 172 og 173. Ég ætla að opna mælendaskrá til þessum liðum einhver vilja taka til máls. Ásvonum með þetta Stefánsdóttir gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað gott fundarfólk. Það er liður 18, byggðar á Múlaþings 172. Það eru 2 liðir þar undir. Ég ætla að byrja á lið númer 4. Erindi staða atvinnuhúsnæðis á hættusvæðum ofanflóða. Fyrirleikur erindi frá Ólafi Erni Pétursinni, dagsett 24. nóvember, síðastliðin þar sem hann fer fram á við byggðaráð að það beiti sér fyrir því og láti reyna á lagalega stöðu atvinnuhúsnæðis á hættusvæðum ofanflóða. Eftirfarandi tillaga er lögð fram, byggðaráð felur sveitarstjóra að fá minnisblað frá lögfræðingi sveitafélagsins möguleika sveitafélagsins til að beita sér fyrir því að atvinnuhúsnæði á ofanflóða hættusvæði á Seyðisfirði verið keypt upp, enda er málið afar mikilvægt fyrir framtíðar uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði. Málið verður tekið fyrir aftur þegar minnisblað liggur fyrir. En þetta er mikið kappsmál og mér langaði til að koma hér upp og vekja aðeins athygli á því. Mikið sanngirnismál er varðar grundvallar hagsmuni sveitafélagsins og íbúa þess, eins og fram kemur svo sem í erindinu. En það skýtur ansi skökku við að eigendum atvinnuhúsnæðis byrja að greiða af slíku húsnæði í ofanflóðasjóð, en svo eru varnir fyrir þessar eignir ekki kostaðar af sjóðunum. Það er eiginlega alveg ótækt. Í erindinu kemur fram að hagsmunir Múlaþings séu sérlega miklir og tekið undir það, en tæplega helmingur alls atvinnuhúsnæðis sem fellur milli skips og bryggju í þessum efnum er einmitt staðsettur á Seyðisfirði. Höfundur erindisins segir jafnframt að það segir hann ekki verið að ýta á uppkaup eigna eins og kannski mætti skilja af bókun byggðaráðs, heldur að fara fram á að leikreglunar séu skýrari. Ég tek undir með Ólafi og bind vonir við það í það minnsta að máli skýrist eitthvað að hálfu ríkisvaldsins og þakka honum jafnframt fyrir erindið. Svo er það liður 6, framtíðar uppbygging atvinnulífs á Seyðisfirði.
Þar segir fyrirliggja drög að erindisbréfi samráðshóps uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði, jafnframt liggur fyrir að tilnefna og skipa fulltrúa í samráðshópinn. Og svo kemur runni annað efni undir þessari bókun líka, en í bókun byggðaráðs er endað á að byggðaráð samþykkir að skipa Vilhjálm Jónsson og Þröst Jónsson í samráðshóp uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði og felur heimastjórn Seyðisfjarðar að skipa einn fulltrúa. Þetta vel, en ég held að það sé afar mikilvægt að íbúum Seyðisfjarðar séu gerð grein fyrir því hver munurinn á þessum hóp og þeim fyrri hóp sem skipaður var Þar lögðu margir mikið púður í að senda inn tillögur, velunnar tillögur, eftir því sem ég best veit, sem ekkert svo varð úr í raun. Getur formaður byggðaráðs, sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa, komið og gert grein fyrir þessum mun og hvernig þessum hóp ætlað að virka í þetta skiptið og hver afurð hans á svo að vera. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir og Loki Málusson, og bjóða þér að koma til svara. Berglind Harpas. Svavarsdóttir, gjör svo vel. Forseti, góði fundamenn, ég ætla nú bara að byrja á því að segja það að ég var ekki formaður né satt hennan fund, það var Villi, en hann getur örugglega komið hér og bætt betur, en svona út frá því sem ég les og svona svo sem minni þekkingu inn í byggðaráði, þá náttúrulega bara byrjaði við á þessum 4. lið varðandi stöðu atvinnuhúsnæðis á hættu svæðum vegna ofanflóða og þetta erindi sem barst og við höfum náttúrulega bara lagt áherslu það og okkur finnst það einmitt ósanngjarnt að atvinnuhúsnæði sé ekki keypt upp eins og var komið inn á að það verið að borga sem af hverju verið að borga í hennar sjóð eins og íbúðarhúsnæði og svo fáum við ekki uppkaup þegar þess þarf. En í síðustu ríkisstjórn það var það nú langt komið og mikill vilji til þess en það hefur alveg verið talað skýrt núna að það sé ekki vilji til þess. Þannig að það allavega staðan sem við höfum og fólk náttúrulega óvart með það og auðvitað atvinnulífið í heild sinni líka og þetta náttúrulega með ólíkindum að húsnæði bara standi þarna og megi ekki nota það í rauninni þannig að það náttúrulega að gera að skoða það nánar, við vorum náttúrulega komið miklu lengra með þetta í síðustu ríkisstjórn en við þetta skýra svar núverandi ríkisstjórnar að hún ætli sér ekki að beita sér í þessu, þá einmitt fáum við eins og þetta bréf og hvort að sveitarfélagi geti beitt sér í því. Þannig að þetta náttúrulega bara fyrsta skrefið að koma með þetta minnisblað og sjá hvernig það að maður veit að það náttúrulega mikil barátta á kostnaðarsöm og hvernig sem það hvort sem við förum í það en þetta allavega fyrsta skrefið að fá minnisblað frá lögfræðingi sveitarfélagsins bara allar hliðar þess máls ef að sveitarfélagi myndi beita sér í því. Þannig ég tel að það séu algjörum byrjunapunkti varðandi það. Varðandi hinn liðinn, 7. liðinn, þá það þessi starfshópur sem þessi nýji starfshópur varðandi framtíðar uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði. Það alveg rétt að það var annar starfshópur í gangi sem eins og ég segi, sá starfshópur hafði þetta bara á sínu borði og var svo sem ekki að miðla því sem gerðist í hópnum, heldur var þetta bara þéttur hópur sem var í samtali við atvinnulífið og var að draga öll tækifæri öflugra atvinnulífs, hvaða tækifærin sem voru á svæðinu. Þannig að en það gerðist lítið, fannst manni. Það hins vegar mikil vinna sem var unnin þar. Það ekkert öðruvísi og það í rauninni bara grunnur að því að vera að skipa, tilgangur að því að skipa aðila sem sátu þarna ef þeir kjósa að vera þar. Ég satt náttúrulega ekki fundin og var ekki undir umræðum til þessu lið heldur en allavega ég ber mikla vonir í rauninni þennan hóp. Og þessi starfsmaður sem sveitarstjóri gæti nú freka komið hér upp og hefur verið í samskiptum, ég svo sem ekki verið í samskiptum en hann hefur mikla reynslu af því að rétta við sveitarfélög í samskonar aðstæðum, hefur gríðarlegar tengingar og eftir því sem ég heyri að samskiptum við hann að þetta sé gríðarlega öflugur maður með miklar hugmyndir fyrir uppbyggingu atvinnulífs á Seyðisfirði. Það verða náttúrulega allar
allar þær hugmyndir sem komu áður eru í rauninni grunnur líka fyrir þennan starfshóp sem verður tekinn. Þannig að og eftir, ef ég fer rétt með mál en sveitarstjóri með það á hreinu að hann er búinn að vera á Seyðisfirði núna í samtali við lykil aðila á Seyðisfirði. Þannig að þetta fer strax svona að krafti í gang. Þessi staða er fjármögnuð náttúrulega síldarvinnslunni og mér finnst svona allavega þau skrefin sem hafa verið tekið núna bara í byrjun. Mér finnst þau bera vott að þetta verði öflugur hópur og ég ber mikla vonir að það verði eitthvað mjög flott sem komið undan þessum hóp. Þannig að en kannski vill formaður sem satt fundin koma hér og bæta ykkur við ef ég er að gleyma ykkur bara svona út frá því sem að ég þekki til, en því mér satt ég ekki fundin, þannig ef það er eitthvað sem vantar. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum liðum? Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott fundafólk, kannski kemur þetta upp út af þessum sama lið, sem mann ekki hvað það er svona seinni liðurinn. Já, sko, það kom fram í máli Ásvonarmjallar áðan að það er rauninni ekki komið út úr þessum hóp og það er eiginlega vissulega, að vissuleiti er rétt, enda sko fannst mér hann aldrei ljúka störfum. Og hnífurinn bara stóð þar í kúnni að það var, þessi hópur snerist mjög mikið nýtinguna á gamla frystihúsinu og það voru lagt út í töluverða vinnu við það að meta það og fengi verkfræðingur til þess að fara yfir þetta frystihús. En óvissan húsið hins vegar út af ofanflóðahættu og óvissu með sífræðan upp í strandatindi kannski var til þess að skiljanlega að síldarvinnslan var kannski ekkert rosalega viljuð til þess að fara að setja einhverja fjárfesting í það hús sem svo kannski nýttist ekki. En samt sem hafa komið út úr hópnum, það komu inn þessar allar í rauninni, hvað maður að segja, en að gæðsalapa litlu hugmyndir, það voru margar mjög skemmtilegar sem áttu rauninni svo að passa inn í frystihúsið. En frystihúsið kom aldrei, þannig að hugmyndin einhvern veginn lentu heimilislausar út á götu. Plús það voru þarna tvær aðrar hugmyndir sem voru svona kannski, hvað maður að segja, öllu stórkallalegri og ég held að þær séu alveg á lífi ennþá. En sko ég er náttúrulega ekki talsmaður síldarvinnslunum, það aldrei en ég held að það sé bara mikilvægt að gera sér grein fyrir því að svoleiðis fyrirtæki er ekki að fara í, og ég er ekki að tala fyrir hennar hönd, ég bara held að það sé þannig, er ekki að fara út í einhverja sko styrkveitingar, það er að fara þarna og ekki heldur í rauninni kannski til þess endilega að þetta sé einhvers konar ölmus eða einhvers líkt til þess að rétta af, ég held að miklu frekar að þeir séu hugsir að vera hluti af þeim aðilum sem koma þarna saman og fjárfesta í einhverjum alvöru uppbyggingu bara hreinlega á viðskiptalegum forsendum. Þannig að ég held að sé bara með þannig fyrirtæki að þegar þau fjárfesta þá eru þau yfirleitt á þannig forsendum. Þetta er svolítið mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu og halda áfram á þeirri brautu. Ég held að það sé bara mjög gott að verði haldið á þeirri brautu vegna þess að mér finnst báðar þessar hugmyndir sem komu þarna upp og voru í fyrirstýrihópnum, þær voru rauninni komnar töluvert vel á skrið og ég eiginlega veit ekki alveg af hverju þeir stoppuðu og eins og ég líti á þetta þá er rauninni hópurinn bara, og þessi annar hópur, þá er hann að halda áfram. Það er komið nýr maður í brúna frá síldarvinnslunni. Það held ég að sé bara vel, hann er þá með fullt umboð. Og ég er nokkuð bjartsýnn á því að það komi eitthvað út úr þessu fyrir en síðar. Þetta er erfið fæðing. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásvon Mjöll Stefánsdóttir, sko Ásvon Villi hefur líka beðið orðið, viltu fá hann kannski á undan? Já, kom þú þá í andsvör og svo getur Villi þá, ef þú ert með frekari spurningar, þá getur Villi kannski svarað. Frú forseti og annað gott fólk. Villi er gamal reyndur og veit að það er best að koma síðast. Þannig ég þakka
Berglindi Hörpu og sveitarstjórnarfulltrúa Þresti fyrir. Ég hafði ekki gert mig grein fyrir að Berglind var ekki sitjandi formaður á þessum tíma, en þá fæ ég þau bara bæði upp í staðinn. Já, ég held nefnilega að sé rosalega mikilvægt einmitt það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Þresti kom inn á, að fólk verður að gera sér þá skýra grein og við verðum að gera fólki skýra grein fyrir því hvers má vænta af svona hóp. Að því að sem bara íbúi sem að kannski í sínum frítíma leggur bara hugsin og hjarta í einhverjar hugmyndavinnu og sendir inn og ekkert verður úr og fjarar einhvern veginn út, að við megum ekki einhvern veginn ganga því vísu að þetta fólk sé tilbúið að halda áfram að leggja vinnu. Þú veist, að því að þetta náttúrulega ekki mikil virðing sem að tíma fólks og fyrirhöfn sýnd með þessu lagi, og þess vegna einmitt kannski eru búin að læra það af síðasta hóp og þeirri vinnu að það þarf að vera algjörlega skýrt hvað síldarveislan að koma með inn í þetta, hvað hópurinn og hver afurðin á að vera, því að vissulega held ég að langt flestir hafi staðið þeirri trú þegar síldarveislan ákvað að segja upp fjölmörgum á Seyðisfirði og þeir komu svo í fjölmiðla og sögðust alltaf hjálpa til við atvinnuuppbyggingu og stofnaður eru þessi hópur. Þeir einmitt fengu alveg tölverðan góðvilja fyrir það, en hann var svona nokkuð ókeypis að því að þeir þurfti ekki að greiða neitt fyrir hann í rauninni þessum fyrri hóp. Þannig að ég held bara vil ítreka það. Ég held sé mjög mikilvægt að við þá séum alveg skýr með það hver aðkoma þeirra hver tilgangur og afurð þessa hóps verður og reynum þannig þá að virkja fólk í, að því ég get vel skilið að fólk hugsi á ég að fara verja mínum tíma áfram í eitthvað sem ekkert verður úr. Þannig að, já, takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ásrún Mjöll Stefánsdóttir að lokinni máli sínu. Vilhjálmur Jónsson hefur óskað eftir að taka þetta mál. Gjörðu svo vel. Já, forseti og gott sveitarstjórnarfólk. Þannig bara, ég ætla bara að byrja á að þakka sveitarstjórnarfulltrúa Ásrúnu Mjöll fyrir fyrirspurnin og kannski opna umræðu málið. Ég lít þannig á að miðað við erindisbréf fyrra hópsins, þá bar honum að skila sér tillögum og sem hann gerði og lauk í raun voru sínu störfum þannig. Það er alveg rétt og bara hefur komið hérna fram áður eins og Þröstur fór yfir að menn svo til raki strand hvað varðaði notkun á frystihúsinu með tilliti til ofanflóðahættunar og möguleika til að verja húsið og svo framvegis. Og það eru kannski svona eins og svo sín sem við höfum og við höfum kannski lítið staðfesta að það er möguleiki að verja þetta einhverju leiti gagnvart ofanflóðahættu en kannski ekki öllu leiti alveg. Og þess vegna held ég að og það er kannski líka vert að hafa það í huga að þessi samráðshópur, hann var samráðshópur með síldarvinnslunni gagnvart í að koma málum áfram. Breytingin er kannski svo að þarna er síldarvinnslan komið ráðgjafa sem að tekur þessi mál sérstaklega fyrir sem voru bæði það sem var komið inn og þessar hugmyndir aðrar sem tengdust ekki endilega húsinu og það er kannski bara mikilvægt að hafa í huga sem ég held að skipti máli og þetta var í fyrri hópnum að það þarf að vera eitthvað gagnsæi störf þessa hóps eða nefndar þótt að sé þetta er samráðshópur, þetta er kannski partur af stjórnsýslunni hjá okkur en svona er tengslahópur fyrir síldarvinnsluna til þess að vinna að þessu hvernig þeir geta komið að atvinnulífinu, þannig að ég held að þurfa að horfa á þetta í þessu ljósi. Og það sem er kannski mikilvægt að hafa í huga og það sem kannski fyrst og fremst lítur að því að þessi hópur getur ekki algjörlega starfað opið er að þarna eru aðilar að koma út með sínar hugmyndir og það er kannski bæði þeirra og kannski ekki eðlilegt að með séu endilega tilbúin til þess að flagga þeim áður að þeir koma til framkvæmda. Þannig að því leiti þarf að vera trúnaður bæði út af samkeppnissjónarmiðum og líka kannski bara, menn eru kannski bara í þreifingu með sínar hugmyndir, eru það raunhæfar og ekki og hvaða forsendur þurfa að vera fyrir hendi og geta þá sveitarfélagið og síldarvinnsluna einhverju leyti lagt upp þær forsendur. En breytingin held ég þess vegna held ég sé að veri gott